Stóra spurningin á You Ready Now. Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 4. september. Já, það komin september. Mötley Crüe á fóninum og FM 95 Blöður hafi göngu sína á þessum. Já, ég ætla að segja bara fínasta föstudegi. Auðun Blöndaleiti, ég og sitt í mínu sæti. Það fullu bátur eins og alla aðra föstudaga núna. En það, já, COVID og enginn á ferðalagi og enginn að gera neitt þannig. Það kannski ekki svona helsti kosturinn fyrir hlustundur FM 95 Blöður. Fá fullan bát í hverju viku. Beint á móti mér situr fyrirlið þáttarins. Hann með Túborg léttöl og í gírað í held Egill. Hvernig ertu? Já, ég hef aldrei verið betri. Nei, ég sé að þú glóir. Ég svo nýr í dag. Já, ég ætla bara að segja það, þú lítur vel út. Já, það því að sko ég held að ég væri komin í haustlægð eftir haustlægð eftir haustlægð. Sér bara sunshine í dag. Já, bláur himinn. Flokku þetta ekki sem gluggaveður? Ég man ekki eftir að sé svona mikla sól á Þróttararmerkinu. Já, það fljótu bræði. Já, það nánast oflýst. Já, og sjáu líka bullandi umferð. Það alltaf stemming. Já, það trafík í dag. Það allir með stilt á okkur félagana sko. Það skemmtilega að vita. Já, ef þú eru með stilt á okkur flauti. Við heyrum ekkert þetta. Nei, ég veit það. Rikki Það tvöfalt gler soundproof. Þetta útas stúdíó. Við hliðin án situr sjúkra. Nei, já, hann Guðfæri. Já, Guðfæri þátturna. Sundlauga. Hvernig ertu? Ég fróðandi fínn og fyllandi góður. Það gott að heyra. Ég í gýr. Já, ég sé það líka. Ég bara hálf hættulegur ef ég á að segja rétt frá. Já, hvað komst þið ykkur að bollu eða? Nei, ég hættur því. Ég fer ekki aftur í bollur. Nei. Ég alveg hættur því. Eftir landabólunni og köðs. Já, þetta var ekki landabólu og hætti að ljúga upp á besta veginn. Nei, þetta var landabólu. Nei. Jú, hann hellti í juniorin landabólu og ég fór í svokallar blackout og ég fer ekki aftur í bollu. Takk fyrir það, Köðis. Ég man ekki eftir neinu eftir 10:30 það kvöld. Já, þú ert líka í ruglinu. En sko, þú sagðir þetta við okkur. Við kíktum nú á punk hjá Kolbaranum áður við fórum. Við tókum FN 95 Blöð business fund að finna nýja liði og komum rosalega liði eins og hversu gráður í sóli og að sekja dick og eitthvað. Það kannski svona útskýri hvað var að gerast þarna á þessum veitingastað. Við hendum okkur í Espresso Martini í nokkra og nei, hvað heitir þetta? Mjúlin hann, Mössunmjúl. En þá sagði þú orðrétt Egill, ég vil helst ekki muna neitt eftir 9:30. Mér finnst það rosalega skrítin svona bara skrítið takmark á kvöldi. Við munum ekki eftir því. Kona mín bendi mér á. Hún sagði bara, okkur vildi Egill ekkert muna neitt eftir 9:30. Það svo, þú sést að drekka til að gleyma. Það mjög góða punktur. En ekki til að skemmta. En síðan bjóst ég ekki við þetta í góða landabólu sko. Kannski var ég að segja þetta í gríni. Það er möguleiki. Og málega það, ég nokkuð vissum að þetta hafi bara verið tréspýri. Mér fannst þess að ég vakna með verri sjón. Sko steindi mann að mann einhvern fór heim sko. Nei, finna að það var ekki einu sinni bolla. Jú, það var bolla. Nei, ég sverða. Var ekki bolla? Nei. Hvað meinur það var ekki bolla? Það var ekki bolla, jamman. Já, við Egill væri mannes ekki hálf blind fyrir þetta. Hvert fóruð þið? Hvað bollu voru við í þá? Ég veit það ekki, þetta var örugglega svo ammali. En málið ef að Köðs að hlusta í Big 50 ekki með landabólu. Kapís? Já, ég allavega Köðs að hlusta þá ég búin að reyna að verja þetta því að sko við vorum síðustu helgi saman, hann bara það var ekki svona bolla í ammálinu, hvað þá landi? Þetta bara því að steindir einhvern veginn að verja sjálfast þegar því að man ekki neitt Nei, ég hef lent í þessu svona, nú ég bara að vera heiðalegur, ég hef lent í blackouti. Alveg nokkuð sem eftir ég kynntist þig, sko? Nei, ég get... Það hefur gerst, víst? Já, kannski aðeins, en ég get talið þetta báðum höndum. Og málega þetta var eitt skiptið og landið tengist öllum skiptum. Og þetta var landið, það var 100%, þessi bolla var þarna, þú bara svost hann ekki, málið dögt. Herðu, við skulum hætta að ræða fertugsamali sem var ekki eins og með bollugri. Við skulum ræða eitt. Hvað? Ég þekktu fyrir að vera mjög heiðalögu borgari. Heiðalögu borgari? Ég hendi mér í COVID-test. Já, hvað var þetta ekki? 4. testið þitt? 4. testið? Já, þú fyrsta testið. Það engin jafn nájaður. Þetta var fyrsta testið. Steindi, þetta var ekki fyrsta testið þitt. Þetta var annað testið. Þriðja testið? Nei, ég fóð með Ronju. Þetta var annað testið. Þannig þú ert búin að fara 2 stóra barnið þitt einu sinni? Já, þá ertu basically að testa sjálfan því að þú væri komið með ef að Ronja er með. Þannig þú ert búin að fara í 3 test. Nei, leið mér aðeins útskýra. Ég var að nefna dóttir mína daginn. Já, ok, svo þú mátt ekki útskýra neitt. Ég ætla bara að segja hluti. Ef að Steindi var hausverk eða eitthvað, þá hugsa hann ég kom með COVID. Varst að nefna hana, varst ekki að skýra hana? Nei, ég nefndi hana. Ég náttúrulega ekki að Jay-Z. Já, ég er bara að gleyma að hatar Jésu. Shit.
Wow, hvað er heimskus. Hann var ekki að skýra hann. Nefna fucking retarded. Það nefna hann. Hvað þetta skýra sko? Hvað átti ég bara að fá fullorðum mann í búning heim til mín? Já, ok, allavega, ok, varst að nefna Já, allavega. Hvað varst að nefna hana? Í veislunni, dóttir minn heitir Matthildur. Matthildur Issa. Matilda, eins og í Lyon. Matilda. Matildur er fallin. Matildur Issa. Matthildur Issa. En Ronja, er hún með minna af líka? Já, Ronja Nótt. Skilur hana, nefndur hana? Hún er nefnd. Ég er svo hatar Steindur sko. Ég vil laka Hatar hann ekki bara kona líka? Ég er svo hatar enga mennir Steindur. Þú veist að hata mikið að liði. Steindur er number one. Sko, ég er svo hata mikið að liði. Ég held að sé engin prestur sem einhvern að segja ég er svo hata mikið að liði. Maður spyrir kallinn á efri hæðinni heldur hann hati mig mest af öll. Það væri svolítið skrítið. Það væri helviti skrítið. Steindur góður drengur og öll hans fjölskylda. Einhvern meðaldra gæi í Mosesbæ. Hvað er þetta eitthvað ruggla? En finnst þér ekkert pínu skrítið að segja bara að við vorum að nefna hana en ekki við vorum að skýra? Nei, mér finnst það nákvæmlega eins. Aldrei myndi mig detti í hug að nefna barninn. Því bara fer í fokkin kirkju og skýri kraft. Er þetta flókið það? Já, en það eru við algjörlega svart og hvít. Þú ert mikil Jay-Z maður. Ég var alltaf vitað að hans kjafta. En guys, maður segja eitthvað svona í veislunni, þá fór ég að fann ángrís í veislunni. Fékkstu kvef? Nei, býtu, ekki bara kvef. Ég fekk kvef. Svo nájaður. Nei, býtu aðeins. Ég fekk kvef, ég fekk hálsbólgu og ég fekk svona, þú veist hvað við, svona þungan haus sem er svona sem er beint í COVID-test. Nei, býtu, sem er bara svona, þú veist hvað ég er að tala um, þetta er svona 5 mínútur í að verða veikur. Já. Og ég vaknað og ég bara, ok, ég pældi ekki í því. Ég fekk mér bara engiferskot, ég fekk mér meira þess að eitt sem sagt viskiskot og bara svona, ég er svona húsakall sko og svo ég verð aldrei veikur, þú þekkir mig þetta, ég verð aldrei veikur, ég er alltaf tussulugur. Þú ert ofta að verða veikur samt. Já, ég veit það er því að við erum álagsmenn, en ég verð aldrei, þú grípum ekki upp með munnmæli upp í rúmi, það er ekki ég. Nei. Og en áður og klára, myndur þú segja að þú væri paranoiða maður? Já, mjög, já, ég tek það er einu sem ég er að segja. En þetta varst í 4. COVID-testinu. Nei, segðu öðru, og veistu hvað, seinna testið, það skrifast ekki á mig, að ég hringdi með heiðarlegu samvinsku og sagði bara, heyrðu, ég er að vinna í sjónvarpi, ég var nýbúin að taka upp fyrir þáttinn sem er í kvöld, haustpartíð, svona einslög. Þannig ég var búin að hitta fullt af fólki, ég sagði ég er með nafnavislu, ég er búin að hitta fullt af fólki, ég er að finna fyrir svona sleni, ég er ekki með hitta, er ég ekki bara cool? Ég sagði það sko, hún sagði, nei, farið í test, það var hún. Og ég fór og það er ekki the moral of the story, það er komin á. Þegar ég fer í testið, ég var beðin að koma inn á Suðurlandsbraut og keyra inn í eitthvað tjald og þetta er svolítið eins og vera bara í einhver outbreak sko, keyra inn í tjald og fólk í búningum, þetta er scary. Og ég ætla ekki að hræða þá sem ætla að hendi sér í test, ég vona að flesti fara í test. Þetta er verri í annarskipti. Mér finnst þess að pinnin hafa farið inn í heilan á mér. Það er enginn á Íslandi held ég búin að fara í 3 test eins og þú. Það lag úr augun, ég held ég væri með blóðnassi. Ég held hún var kannski svolítið kræf sko. Ég fekk illt í heilan. Steindi, sko heilbrigðiskerfið í Íslandi er ekki að fara að bakka því hvert getur þú verið móðusjúkur að henda þér í test. Hvað er ímyndar ef allir Íslendingar væri svo þú? Já. Það finna fyrir hálsbólgu að bomba sér beint í test. Það fara alltaf hlið. En pæliði hvað við snöggaði. Hringja strax, þetta er náttúrulega, veist, pappin er búin að ala upp þennan ótta í þér allt eitt líf. Ég seti þetta á pappa henn. Já, ég er alveg sammála. Ég var alveg upp eins og til dæmis, ég smakkaði fyrsta skipti kjúkling sem ég uppgötaði kjúkling í fyrsta skipti á úlingur af því að yfirleitt sko hann hrund af beinunum sko af því að pabbi mér var rættu við kvalmanelu hann hrund af beinunum þegar ég var krakki og ég hef aldrei og ég veistu hvað það er byggt inn í mig að þegar ég fyrir út að borða á svona ég ger ekki mikið mun á okkur nautasteka pulsu fyrir mér er þetta bara svona ok, maturinn er það vondur sem ég er alveg upp á að ég bara svona hrúanum í mig og fæ að fara. En þá ættur að vera að byrja að njóta þess að seinni tíð það var gott að borða. Maður hefði haldið það. Ertu búin að fara eitthvað COVID-test? Nei. Hlóstu bara. Þú ert að hitta kuna daglega 20 manns daglega. Ég er ekki móðusjúkur eins og stonefucker. Ef ég væri upp í sporthúsi að hitta 100 manns á hverju degi þá væri ég væri í tauga. Ég er með grímu. Og ég er með grímu að mæla og síðan til fyrir í gym þá er spritt út allt og það er það fáir rætti núna, það er fólk að hrættu þetta COVID-rast það er ekkert þess að 2 km reglu og
Ég toppmál. Það líka vestar svo nendur í það þegar þú byrjar að hugsa er ég með COVID og þá ferðir það bara lítið illa. Þú mæði að tala þig bara inn á það gerðist fyrir mig. Ég var þriðja sinnstitt. Ég til að taka bett og hérna, þú verður á hreinskilnstindi. Ég til að taka bett. Ég segi og taki 4. COVID-testið. Nei, ég held það líka. Þriðja. Ok, þú fórst með dóttiðina. Þá varstu basically að testa sjálfa því að dóttið mér COVID, þá værið þú með COVID. Nei, hún var búin að vera með 38,5 í ykkur 10 daga og ég bara, hvað svona lengi? Ég bara, sko stranga, veit ég hvað? Við þurfum eiginlega bara að byrja en ég ætla að segja ykkur alla heilbrigðis geiran afsökunar á Steinda, hann að tefja COVID. Nei, alveg fjölskyldarinn búin með 4 pinna, hvað? Shoot me. Sko, ég skal að Steindi, ég segi 5 kassar af bjór og 20 bringur frá Ali og hérna bett, ég segi að fara ræði 3. testið. Ég er ekki að fara í 3. testið. Þú ert að fara í 3. testið. Já, ef þú ætlar hvað svo réttur fram hendina, þá farið ég að fara í test. Það farið 5 kassa frá mér. Já, ég ætla ekki, þetta er olbúið. Já, hann tekur engar síðan saman. Herðu, við erum með það vil ekki hendur á rosalega þáttur ykkur í dag. Kæru hlustendur, það er á sínum stað, já, það er Sækja Digg, nýju dagskrárliðin spurningkeppni Gilsana sem að þú vildir ekki eins og segja hvað er. Núna máttu það, við erum byrjaðir í loftinu, þú vildir ekki segja hvað. Hvað er í spurningkeppninni? Ég var að spá, mætti ég segja það bara eftir. Hann er búin að vera óþolandi síðustu 2 tíma, hann vildi ekki segja það. Fyrir þá sem að ekki kannski að followa hann á Insta, þá spurði hann þar og hann vildi ekki svara, þannig að við vitum ekki alveg. Þetta er leynd og núna. Segðu það bara. Ég veit ég fæ töð ef ég segi það. Þannig að ég bara býð með að segja það og við erum komnir í keppnina sjálf og eftir. Ég nenni ekki að velja lengur. Thank you. Bara mjög óþægilegt. Björn Bragi kemur hér og eftir og ætlar að henda okkur í quiz. Hann er að byrja með nýjan þátt á Stöð 2 sem byrjar annarkvöld og heitir quiz og ætlar að setja okkur í nokkrar spurningar. Herðu, það er reyndar ekki að sjá það núna hérna, ég er að fatta Egill. Það er ekki hversu graður í Sólu Hólm. Sá dagskrárlið, það er bara ekki í dag. Nei, ég meina, ég fekk það mikið, sko, eftir að Sólu var hérna að fjarki hana 3. Já, var ekki 3. Já, 3,5. Já, allan var hann eldi neðalega. Ég fekk mikið að heit með út af mikið að liði sem alltaf. Þú? Já, mikið að liði sem alltaf að ferðast og fólk sem var haldið bara ammali sitt og eitthvað. Það er ekki þér að kenna. Það fór alltaf hliðina. Hvað er fólk að senda? Já, ég fekk bara mikið af áriti og hann hugsaði bara, ok, þú veist, ég get ekki verið að treysta það að Sóli sé gráður núna og setja helgina sko á hliðina á Íslík. Þannig að þú ætlar að sleppa liðnum í dag. Hvað er fólk að senda? Það var eitthvað gæði sem alltaf haldið bara afmælsins í Ölgi. Við varum búin að bjóða fólki og 200 manna veisla og allt í Abaski og hann hætti við. Já, má ekki bjóða, jú, það má bjóða 200. Já, og þú ert bara ánveg Abaski. Hættan við? Og menn alltaf farið á land og síðan helgi var ömuleg, mjög ekki veðrið var. Já, hún var hræðið. En sem stóðst, þannig að það er eina sem hræðið mjög þessu, þetta virkar. Þegar sól er graður, þá er góð helgi. Það er gott veður núna. Þetta er algjörlega frótalamerki. Hvað er að gerast á frótalamerki? Og það er blár himinn, það er ocean view. Ég myndi að halda að sólið væri, sko ég ætla að tippa á það 9. Út af því sól í september er ekki svo sól í júli. Kannski sendur það SMS á eftir. Við vonum það. Já, sko, það er ekki búið að pípa síminn eitt í dag, sko. Það er reyndur það, þú reyndir ekki eins og að ringi hann. Ég þóði því. Nei, en já, við erum stráka, pælið því, við erum með dagskrálið sem við erum með dagskrálið Sóla Hólm, hversu graður hann er og hann spáir hvernig helgi verði og við þorum ekki að ringja, þá erum við í vesemi. Já, þetta er sko, þú mátt ekki hætta með liðinu, það? Nei, ég veit bara hann er kælingur en ég nennist að ekki bara hostile crowd ef að stólur ekki nógu gráður. Það var sömu viðbröð Haffi fekk þegar hann fór á girðingur. Það minnir maður það, já. Herðu, svo veit ég eina sem að hlustar á hvern einasta þátt og við skulum óska henni til hamingju, Sara Björk vann meistaradeildina maður og skoraði Congratulations Sarah til hamingju, vel gert. Tók gömlu félagana og skeindið. Ég fílaði, hún fagnaði. Já Hún skorar í úrslitaleik meistaradeildina. Ef þú setur það með hælnum í Champa League að fagnar. Þetta var enda sick mark. Ég horfði á klippuna á Vísi. Ég horfði ekki á leikin í vikina, ég horfði á klippuna og þetta var rosalegt því að sko það kemur negla inn í teig og það er hæll. Hún var mjög fljót að hugsa. Svo var hún líka bara eitt besti leikmaður af Vallarnes. Og þið skills. Ég horfði nú á leikin. Það var vel gert. Hún minni mig smá á sjálf mig þegar ég var með afturöldingu og þegar ég var í hvítan alltaf. Steindi, gerum auðvitað að hætta að tala en eins og ég lofa þér í síðustu viku og þá mátt þú velja núna bubbalag sem við byrjum á. Við byrjum þáttinn alltaf á bubbalagi. Hvað værið þú til að heyra núna? Ímyndaður að þú sért að keyra, að hlusta þáttinn
gýrin, hvaða lag myndi koma þér í gýrin? Sko það sem þú út á leiðin í COVID-test og þau vantar eitthvað gott lag. Það er 7. COVID-testið. Hvað væru til að hlusta á? Ég væri á leiðin í 3. En það sem þú ert að segja þetta blöð, þá ætla ég að tengja þetta við þig. Ég væri til að heyra Aldrei fór í suður. Ég held að það lag hafi bara aldrei verið spilað í FNÍ blöð. Já, ég lítið að finna það hérna. Ekkert eðlilega gott. Já, það fundið, veistu það, Steindi, ég ætla að gefa það, þetta er vel valið. Verða að gefa Steinda það, þetta var vel valið hjá honum. Rosalega. Já, það er 100%. Ég var að keyra einhvers staðar núna að hlusta á þáttinn, það að ég hækka vel í þessu. Veistu hvað flashback ég fekk? Þegar við erum alltaf að blasta þessu lög í stúdíónu. Ég fekk flashback bara á svona gömlu góðu, þú veist, Mosó-partíin þegar maður var bara einhvern veginn upp í herbyggi á efri hæð með einhverjum félaga og bara allt í gangi og bara menna reykjum til gluggan, sko. Þetta var þannig fílingur, sko. Það er röglega hellingur að liði sem að tengi við að hlusta þetta í partí. Þetta var aldrei fór ég suður, en það er komið að slúðuri hér í FNÍ blöð. Brakandi fest erlend slúður. Já, og sko, ég með fínan pakka. Eina sem ég get sett út af pakkan er að þetta er ekkert eitthvað sem að datt inn í dag. Ég fer oftast á svona erlendar slúður síður og svona. Yes. En ég tók bara sem ég varst áhugavert yfir vikuna. Svo við getum rætta. Þannig við sko í 9 ár núna höfum við rætt slúður sem fagmenn. Það gæti verið 4-5 dagar gamalt slúður, við tökum það bara kassan. Já, af því að við getum rætta af því við erum fagmenn. Það er fólki sem bara hendur sér fram. Steindi er, sko, ég ætla ekki Steindi er besti slúður sérfræðingur landsins. Hann lesa allt, hann veit hvaða lið fyrir dæla ára þeirra á dæluna. Ég hef verið nasku með þetta, ég veit ekki með þetta. Ok, við tilkynntum hér í síðustu viku að Brad Pitt, hann var komið nýja kæristu eða konu, sem er 29 árum yngri en hann. Svingarinn. Já, sko, það er einmitt málið. Þetta kom í vikunni. Það var ekki upplýsingar sem þú komst með í Nei, ég vissi þannig blekki. Hún er gift og er í opnu sambandi. Hún er gift þjóðverunum Roland Mary sem er veitingahúsaeigandi í Berlín. Roland hvað? Roland Mary. Já, hann á sem sagt einhver veitingahús í Berlín og þau eru búin að vera gift í 8 ár og eiga saman 7 ára son. Ok, nú spyr ég ykkur drengir. Það er eitt að vera í opnu sambandi. En þegar að hinn kærastinn orðin Brad Pitt þá áttu vísinni, sko. Þá hlýtur svona aðeins að þurfa herðu. Já. Ég held þú ætlar að sofa hjá okkur ræflum á barnum. Nei, kannski ekki eins og þetta er bara einhverjum mótil sem þú mútt að vinna með eitthvað. Þegar þú byrjið með Brad Pitt þá þarf það að stoppa þetta, sko. Já, bara þú veist, þetta er náttúrulega í fyrsta lagi, veistu hvað? Þessi pía og þessi gæi hana Roland Mary, þýskur veitingamaður. Já, ætli Pittar hann finnst ekki steikt að sig vera fjallið þetta í fjölmjölum. Þetta er það sem ég var að hugsa þú veist, Brad Pitt heimsfrægamaður. Múfið hans að byrja að hitta konu sem er gift og er í einhverju svona ævintýri. Er þetta ekki svolítið skrítið múf hjá honum? Ég er bara rannsakað það núna svona no joke, þótt að ástin sé blind og jari er þetta ekki ógeðslega furðulegt múf hjá honum? Er að þetta er sjötugt og drulla peningum. Það er eitthvað að segja mér með fulli vinningu fyrir þessari dömu að hún elskir dollars. Hún er þegar hún er búin að líma sig á Roland Mary segir við hann eru gamlið, þú 70 ég þarf opið hjónaband. Veitu hvað, hvernig veist það sé 70? Já, ok. Ég hefur kannt á Google það. Ég var að spyrja, það varst að googla. Já, ég hvað ég giska á það. Slakað á, hvað skriði upp í raskita? Okay. Takk fyrir þetta er ástæðan fyrir að við tökum slúðrið á annar level. Við erum að gráharður, hann er gamall, hann er ekki, lítur ekki út þessu Brad Pitt, eðlilega fór hún í Brad Pitt. Þannig að þú heldur að hún sé sama 100%, hann er bara ánægður að vera með henni sko, hann er bara sáttur, hann veit að hann getur ekki haldið í við hann á skeiðvellinum, þannig að hann segir bara, hörðu, við erum bara saman, ef þú vilt fara á bak með einhverjum eins og, ég veit ekki, blöðarunum Brad Pitt eða eitthvað sem mestur. Takk fyrir að setja mig í þennan hóp. Hún bara hringdi beint í Brad Pitt og fór á bak. Ég er hrifinn af þessu. En sko, Steindi, Sigrún, þið reynduð opið sambandandi í 2 ár. Er þetta ekki bölvu af þessu? Þetta er hausverkur. Ef hún byrjar með einhverjum class clown on the side, það er ekkit vesinn. Nei, en þeirra er pittarinn. Já, sem þeirra með Brad Pitt og Christopher Eikert og eitthvað, það er alveg vesinn. Það er vesinn. En ef þið pælið í svona öllugunni sleftu, haldið að sé einhver í opnu sambandi og það endist. Já, annars veit ekki. Já, ég veit það ekki. Ég er svo afbrýðisamur, ég get það ekki. Nei, það er bara ekki heldur. En ég veit að haldið að sé eitthvað fólk sem er bara að við erum í opnu sambandi og við erum búin að vera happily married bara í
30 ár. Roland Mary er sáttur. Já, en málið er að sko, Pittarinn er fættur 63. Mér finnst þetta furðulegast af Pittarinn. Já, mér finnst það líka, hann veit alveg þetta fyrir fjölminn. Hann er 57 ára. Já, mér finnst, ef hann var ekki að hitta bara einhvern sálufélag, þá finnst mér þetta rosalega furðuleg grettaði á Pittarinn að fara í eitthvað hjónaband. Finnst það að byrja saman líka? Já, hann er bara að byrja með einhverju hjónabandi út í Evrópu. Hann er ekki að hugsa þetta sem eitthvað langtíma. Nei, hann er að gera niður úr sig. Já, en ef hann væri bara að gera það niður úr sig, af hverju gera hann það þá ekki bara með einhverju annari konu? Af hverju er hann að blanda sig í þetta PR-súpu? Mögulega vissi hann það ekki þegar hann fór í þetta og síðan einhvern veginn eskuleita þetta. Ég teipa á hann að lesa þetta á sama tíma fjölmiðlum og við. Já, kannski. Herru, talandi um sálufélag, Steindi. Þá er næsta slúður af Megan Fox. Já, svona meira af Brian Austin Green. Megan Fox er náttúrulega ekki búin að finna sálufélaga sinn. Hún er búin að finna tvíbur á sálufélaga. Follow að Brian Austin Green? Jó, hendi follow á það mest. Hann fekk nokkuð 1000 follows eftir í fjölmiðlum. Sko, blöð, við skulum aðeins áttu okkur einu. Fólk veit ekkert hver þetta er. Þetta er David í Melrose. Við erum að segja hlustu. Þetta er David í Beverly Hills. Hann var í viðtali núna og þar sem að hann ræddi sambandið við Megan Fox og hann vil meina að hann sé opinn fyrir því að byrja aftur með Megan Fox. Já, má ég aðeins grípa inn í því að ég veit að við erum mikil Brian menni þetta, en hann er kólandi geðveikur. Á ég að segja það? Hann er basically rugglaður. Brian Austin Green? Já, ég skal útskýra það. Hann er geðveikur núna? Ég skal útskýra það. Hann er rugglaður. Á ég að segja ykkur það. Konan hans fyrrverandi er byrjuð með einhverjum öðrum manni. Machine Gun Kelly. Já, hún er byrjuð með honum. Svo kemur viðtal við fyrirverandi mannin hennar, Brian, okkar besta mann, og hann segir í viðtalinu, ekki fara að rakka niður. Nei, hann segir samt í viðtalinu, já, veistu það, ég ætla ekki að útiloka það að ég og hún, að við byrjum bara aftur saman. Hvað er hann sturlaður? Hefur hún ekkert það að segja? Hún er sko ekki bara komin yfir hann, hún er byrjað með öðru manni og hann er að segja bara, við getum alveg verið bara að fara að byrja eftir saman í næstu viku. Hann er rugglaður. Hann segir, ég segi aldrei. Ég finnst fólk fyrir ákveðnu leiðum í lífinu og hann er bara þau eiga tvö börn saman. Ég les þetta. Ég les þetta þannig að Megan Fox er ennþá í sambandi við hann. Það er alveg klárlega. Hún er með þessum vitleysingarna, Machine Gun Kelly. Hún er greinilega send hún að skila búið á til gamli, hvernig ertu ekki allir og ég ætla með þessu og hann les millilínuna, þess vegna segir hann, hörðu, við getum verið saman aftur því hann veit alveg hún er ekki að fara að vera með Machine Gun Kelly en mestalega 6 mánuði en Egill, speklaði þetta eins, ímyndaði bara konaði myndi fara yfirgefa þig. Byrja með öðru manni og þú farir viðtal bara á defa við að vísi og segja, herru, ég útilokka nú ekkert að ég og kona byrjum aftur saman. Ég var ekki búin að heyri í henni í marga mánuði og það var ekkert skilabúð on the side, þá var það weird, en Brian er greinilega búin að spjalla við hana og hann er búin að læna svo. Ég er búin að taka ákvörðunum það. Ég er ekki það mikil Brian maður í dag. Þú horfður líka aldrei á þættina? Nei, ég horfði á alla þættina. Hann segir, en hlustaði núna, hann segir þetta í lokin, ég hef heyrt slæma sögur hann, Machine Gun Kelly, en ég hef líka heyrt slæma sögur sjálfa mig og ég veit að flesta þeirra eru ósannar. Flestar, sko. Eins og staðan er núna, hef ég ekkert á mót honum. Ég er raunverulega að vona að hann og Megan séu hamingjusam. Þetta er bara topp maður. Já, en samt útiloka ég ekki að ég byrji með honum eftir viku. Ég er ánægður með hann. Hann er frábær. Vistu hvað? Sturlunin is real að það er Brian, hann er basically að segja bara við fyrirverandi sem er búin að segja bara Brian, ég er algjörlega ef allir væri svona sem að hætta með magasinum, væri allir jafn góður og Brian Austin Green neitar að baktala nýja mannin og þvílíkur maður. Ég er ánægður með það og ég vona innilega að hann taki bara einn ákvörðun það að hann byrji með henni aftur þegar hann vil. Herðu, svo er það í lokin, það er Britney Spears. Við fjöllum við erum búin að fjalla nokkru sem hana hérna. Þetta eru hjút smólar. Já, þetta er nefnilega gott slúður því ég fór yfir alla vikuna og sko það eru samsæriskenningar í gangi sem mér fannst svolítið áhugavert, svo er þetta örugglega bara algjört bull. En þekktasta dæmi núna því að þið vitið að hún vill fá bara að vera fjárráða aftur og bara sjálfráða. Guli liturinn, eldus út. Guli, já. Þekktasta dæmi er að með að við hún er 40 og
næsta árið þá myndi ég segja að það var eðlilegt og vilja vera sjálfráða sko. Já, Já. en það er bara En því miður, það er ekki staðan. geta það ekki allir. Nei. En hún var í sko gulum ból að myndbanda á Instagraminu um daginn og hún sagði, hún hafði sérstaka áherslu á gula bólin. Ég er spennt að vera hérna í uppáls gula bólnum mínum. Seinna kom í ljós að aðdáandi hefði sendt skilaboð að klæðast gulum ból í næsta myndbandi væri hún í einhverju hættu. Þetta er víst svona stærsta hjá þeim hérna í conspiracy yfir Free Britney. Basically the fans segja ef þú ert í ykkur Þeir vilja meina hún sé í hættu. að því að þú færð ekki að vera þú sjálf ef þú ert í alvöru vesenni vertu í gulu Hún er signaling for help. Já, hún byrtist í gulu og postar að gulu Hver er þá að terrorisana? Pappin er það? Ég veit ekki, svo ég horfði nú á þetta myndband, þetta var mjög grilla myndband. Hver reyndar, veist, þetta ítir pín undir. Hver fyrir á Instagram og segir bara ég er í gula bólnum mínum, mér líður svo vel í gulu. Þetta er eins og þú myndir núna að fara, ég er í svartri peysu, mér líður svo vel í svört. Já, en guys, það er náttúrulega sko, málið það að þú ert ekki sviftu forræði að ástæðulausu sko. Það er ekki bara einhver einn það er ekki bara einhver einn náungi sem segir ég ætla að svifta hana forræði, þú veist þetta fari í gegnum alls konar ferli vantarlega og málið er að þú veist við eigum eða ekki bara ræð, það er hálf sorglegt. Nei, ég er að segja þegar þú sérð vídeo af henni, þú veist þetta er náttúrulega þetta er mjög sorglegt sko. Já, hún tók einhvern dans í gær sem ég sá, það var voðalega skrítið sko. Þú sér líka bara í andlitinu. En Blöð, þú vart á Sauðárkrók hversu oft horfður á Oops I Did It Again með Britney og lokaðar hurðinu og læstir þú vart heima inn og króknum? Bara aldrei held ég. Við skuldum auglýsingar en það er greinlegt Steindi eins og þú komst inn á um daginn. Egil hefur verið að horfa svolítið ofta á þetta myndband. Hann talar ekki mann. Það er hagalegt. Já, það er komið að þetta er nú nýjasti liðurinn í F95 Blöð. Já. Og hvað heitir hann aftur? Sækja Deg? Já, hann heitir rauninni sko ES Upsilon og D. Já, skiptir ekki máli. Ég held að það séu flesti verðan að átta sig á hvað þetta gengur út á. Já, þetta er barnalegt. Já, ertu tilbúin? Já. Og hvað viltu í dag? Já, sko, fyrir þá sem voru kannski bara stillin og hafa ekki verið að hlusta á síðustu þetta, þá ringjum við bara einhvert og biðum eitthvað fáralegt og ég mun bjóðast til þess að Já, byrju, þú viltir bónda í dag? Já, ég mitt aftur, við erum búin að vinna með verstaðinn, við erum að vinna með innrammara. Já. Hefur við ekki að henda okkur í bara, bónda af gamla skólanum? Maður sem, ég ætla að finna einn innan. Já. Tjekkum maður sem. Já, góðan daginn. Heyrðu, er þetta ekki bóndi á Húsavík? Er þetta ekki Algeir? Jú. Já, sæll á blæsaður, Þröstur heiti ég og á nú leið þarna framjá Húsavík bráðum. Já. Ég ætlaði bara rétt að ert þú ekki hænsnabóndi? Hænsna? Já, hænsnabóndi. Nei. Nú, mér vantar svo egg. Þú getur ekki rettað einhverjum eggjum. Í hvað vantar þið eggjum? Ég þarf að fá góðan slatt af eggjum, ég er með 50 sammali sko. Já, nei, ég veit ekki nokkuð mann. Gerðu það, sækja deg maður. Gerðu það, getur ekki græja nokkur egg fyrir kallina, sækja deg sko. Já, þau eru með hænur í norðurlið, þú prófa að tala um Agnar? Já, Agnar, er hann með hænur. En ert þú eitthvað í bandinu? Þú getur ekkert heyrt í Agnari fyrir mig, gerðu það, sækja deg maður. Ég hef ekki spurt hann. Hvað er númerið hjá þér? Þetta er 14, en á ég segja þér, að sækja deg sko. Hvað segir númerið hér? Það er 58, en ég segja það, að sækja deg maður, gerðu það. Rettaði mér sem ekki, að sækja deg maður. Ég til að ganga. Hvað segir þú? Að sækja, þá getur græðið þessi egg. Gæti ég á móti sækja deg, skilur. Já, ég veit ekki það, ég get ekki staðið því. Ég er að tala um að gleypa þig til hann, sko. Já. Ég er að tala um að gíla til punkkin og tepokki og allir pakkin. Ég ræði ekki við þetta, þú er að leita eftir annars þar. Nei, ákveðis, ég gerir allt fyrir egg, sko. Það er ekki grænt nammipokki í þessu rugli, ég gleypa þig til hann, maður skilur þetta ekki að sækja deg. Ég veist þessi rugliðaður. Hvað er það? Hvað hætti þessu? Þú skilur ekki, ég gerir allt fyrir eggin, ég finnir á nefnu og sækja deg. Hvað er símanúmeri hjá þér? Já, mér. Ég ætla, það er 693 og það er 58. Þetta er sami vikið. 58, 7, náðu ekki hinu? Þetta er stiðbrend og 58. En má ég aðeins tala við mannina, kallinn áttur? Leif mér aðeins að tala. Það gengur bara ekki lengur.
Þetta, veistu hvað, ég reyndi svo á mig, ég kom með hausar. Já, þú veist, ég veit bara ekki hvað ég var að segja. Þessi liður náttúrulega bara, hann bara eins og hann Þetta bara liðurinn þinn. Já, okkar. Nei, þetta var... Jó, við erum ekki saman þessu. Liðurinn hans, nei. Það er gaman þessu. Þú ert eitt segur þessu. Þetta var Steindi Junior með nýja dagskalaðið sinn. Takk fyrir okkur í dag. Þið erum að hlusta hér á FM 95 á FM 957. Þetta voru Ed Sheeran og DJ Khaled. Það er svolítið. Beautiful People. DJ Khaled, hann going strong? Já, ég veit ekki, ég nánast hættur á Snapchat, þannig ég veit ekki hvort hans ég enda þar alltaf að tala another one, en ég sá hins vegar myndband í morgun, þar sem að Justin Bieber var í aðalhutverki. Það var DJ Khaled og basically bara Drake. Það var helviti svalt myndband, ekki eða það. Hann með neyslulúkið eða tók hann sig til? Bara ógeðslega svalur, lagið heitir Popstar og ég held að Bieberinn hækki álitið þér og horfur á það. Hann er svalur, hann verður að gefa það. Ég er að Belieber, hann sko undanfarið hefur hann verið að vinna. Nei, þú hatar hann, hann er Jay-Z maður. Nei, alls ekki. Þú ert alltaf að segja hans í neyslu eitthvað, hann er mjög svalur í sinni. Undanfarið hefur hann verið að vinna með svona 4-5 mánaða gamlar svona strípur sem er að vaksa úr í ból, peysu og skyrtu yfir, svona layers on layers og götóttu buxum, hann að vinna með neyslulúk. Svona sé að reyna að vera... Já, svona þú veist, það er basically oft er það inn að vera frekar sjoppulegur, en sko það er að hverfa, hann er greinilega komið, hann er búin að hensi, ég er að sjá það núna. Tjekka á þessu myndbandi. Hann er búin að he cleans up good. Það er að fara í núna. Við erum að fara í kortmyndinu frekar. Yes. Hér í FNÍ. Er með það? Ég sé það í dag, já. Og ég er með bara 3 ágæti spurninga, þú veist ég sjálfur frá, eru þið tilbúinir? Já. Kortmyndinu frekar. Þetta kemur eftir, samræður sem við áttum á hann. Samræðið? Nei, samræður. Það er kynlíf sko. Ég veit það, ég sagði samræður, það er að tala saman. Samlíf á hann, eins og við hefum allir verið bara einhvern veginn í einhverju tómu tjóni eða? Kortmyndinu frekar. Pósta mynd af ykkur í sleik við konuna einu sinni í mánuði. Það var spes. Eða hætt á Instagram. Ég myndi bara, ég ætla ekki að svara, ég myndi bara hætta á Instagram. Erfið spurningi sögu kortmyndur frekar. Ég veist það ekki. Er ekki verulega mikið að posta myndum að þér í sleik við konuna einu sinni í mánuði? En þetta er að detta alveg reglulinja fólki, það er að setja mynda sér bara í hörku sleik og að fólk sé í sína sér ástfangi. Ákveður það þykjast vera eitthvað heimskur, við vorum að ræða þetta aðan. Við skoðum nokkra myndir sem að fólk sem við þekkjum ágætlega var í sleik. Við sáum að 2 myndir af fólk í sleik, en það er ekki allir að posta myndum að sér í sleik. Sko, nú er ég Instagram sérfræðingur og influencer, eins og allir vita. Já, þú ert rosalegur influencer. Og málið er að fólk sem eru mikið að posta myndum að sér og þessi frábær og eitthvað, þú veist, í sleik og þú veist, að knúsast og eitthvað. Það telur maður einhvern veginn in the shitter í sambandi. Það er þannig. Þú veist, leið og myndin er tekin, það er vesen. Það er rífis. Ég get staðfest að myndin sem ég sá til dæmis annar parið nýbyrja saman. Ok, þá kannski ekki allt komið inn í shitter strax sko. En bara kannski ástangið og vildi sína það. En málega er það, þú veist, að ok, kannski er undantekning á kenningunni. Undantekning sem sanna regluna. Já, en kenningin okkar, hún hefur nú yfirleitt staðist að þau pör sem eru alltaf að taka myndar af sér og eru sitjandi saman heima í sófanum en eru samt að peppa hvort annað online einhvern veginn. Mér finnst þetta eitt skríti sem ég hef alveg hugsað þegar hann kemur inn svona mynd á Instagram að þú ert í bara, kannski ekkert sleik en einhver rosa koss við makaðin. Hver tekur myndina? Er það rétt einhverjum síman bara, herru, við ætlum í eitt djúpan en að ná henni? Gæti mögulega bara verið búin að læna honum upp sko, alls konar græjur sem já, setja bara tæmir á. Já, góða punktur. Ímyndið ykkur stemninguna ef þið verður heima hjá okkur einhver staðar inn í stofu og þú verður að fara í sleik við konuna og sagði, mér langar svo að taka mynda okkur í sleik og posta á Instagram af því að ég er orðin rögn við leita bara mynda. Já, ég veit það, en segjum að þú væri bara árið alveg kekkspilaður og allar að gera það og þú myndir setja símaðinn á okkur að hillu á timer og taka myndina svo fer og skoðar hana. Við þurfum aðeins að sást ekki nógu mikið í vangan eða þú veist, við þurfum aðeins að breyta stefnum. Já, þetta tekur tíma og þú ert kannski búin að eyða 10 mínútum og símiðin á timer. Þetta er orðið gjössalega ruglað. Verðum við ekki að vera sammála um það? Kannski ekki ruglað en svona eitthvað sem að svo er bara misjafnt hvað þýðir þetta? Við segjum bara hvað þetta þýðir. Það er misjafnt hvað fólk gerir á Instagram. Það er ekki allir bara einhvern veginn með KFC og svo þú bara í tölvunni.
sumir hafa svo bara fyrir 20 ára síðan, fyrir 30 ára síðan, fyrir 100 ára síðan þetta er alltaf verið þannig, fólk sem er að auglýsa hvað sé allt frábært það er alltaf henni fucking shit. Ok, nú bara, ég þarf svar. Nú er þetta bara Instagram, 2020 Er til mynda þér í sleik á Instagram, Egil, við konuna hennar? Nei. En hjá þér, Sniði? Alls ekki, held ég. Nei. Ég veit að, örugglega ekki. Ég held ekki nema að þú hafi tekið hann og postið á þér eða eitthvað af okkur á balli. En ég ætla að koma með eitt. Við erum á balli, við erum í sleik og þú tekur mynd. En ég hef ekki postað mynd að mér í sleik. Nei, hvort myndið frekar, gera þetta einu sinni í mánuði. Ég er alltaf að vera í sleik einu sinni í mánuði. Ég er ekki að fara að hætta á Instagram, sko. Hvað ég vil drepa mig bara. Þannig að kæmi þá bara mánalega mynda þér og Guði í sleik. Já, því miður, ég hætti á Instagram. Hvað er bara að gera? Hvað myndir þú setja sem fyrsta caption? Slelli, var ég kannski, þú veist, eitthvað. Það er þetta rosalega Gucci slelli kannski. Gucci slelli er bara, Egil, þú þarft eiginlega að gera þetta. Ég ætla að segja það, þetta er allavega 5, 6, 7 leika mynd. Gucci slelli? Gucci slelli. Góðu texti, textin er oft jafn mikilvægur á myndin. Ég sagði ekki Gucci. Gucci slelli. Þú veist þannig að unga fólkinu með Gucci og meðaldraleginu með slellanum. Steindi, hvað gerir þú? Sko einu sinni sko ég veit að kona mér myndi bara ekkert samþykja þetta rugl sko þú bara en segjum á þú bara segja það mátt ekki hætta á Insta nei hætta á Instagram en mér finnst ógeðslega gaman á Instagram mér finnst ógeðslega gaman þú veist þið á kvöldin ef ég er upp í sofa þá finnst mér ógeðslega gaman að sjá hvað þið eru að bralla ef þið eru í einhverju skemmtilegu þú veist eins og ég sá daginn bara Pétur Jóhann hjá okkur öðrum ekkar ég man ekki þér eru glæti ég þetta pappir og ég var heima að hlæja mér finnst það gaman svo segi ég eitthvað í Agli hann er í einhverju ruglu og ég skoða Instagram er geggjaður ég meina tengir þú alla gömlu viniðina líka já, en að vera í sleik mánalega við þurfum bara að taka hann að skell Steinþór. Ég veit þetta er bara sleikur þetta er 30 dagar fresti sleikur mynd þú getur alltaf sett eitthvað flip undir þetta já, eitthvað flipteksta bara já, Gucci slelli jú, við tökum þetta við ekki bara hægt á Instagram við viljum ekki hægt ég þarf að heyri einhverjum Instagram og láta hóta ykkur því að ég myndi borga pening fyrir að mynda eitthvað í sleik einu sinni mánu en ert þú að spá ég að fara að setja síman og timer og taka hérna slella mynda eftir það það er komið að næsta hvort myndir frekar alltaf flytja nýjan bæ í hverju mánuði er það að hlusta? já ég bara og þú ert að flytja í nýjan bæ í hverju mánuði eða mega aldrei fara úr bæni sem þú fættist í þá er þetta til dæmis að hætti FNÍ5 blöð byrja okkur já því þú mátt ekki fara á daginn úr honum þú mátt bara ekki fara úr bænum af því að þú alltaf því að eins og þú sagðir þetta þá var þetta var svo þægilegt fyrst fyrir mér af því að ég er ennþá í Mosó já en þá mættur aldrei fara úr Mosó ég skilði hversu árlega sær það? Nei, mánaðarlega við skoðum mikið og það var hún Birna Sóley sem sendið mig þetta á Instagram ég þakka einlega fyrir þetta en veit Birna Sóley hversu hefur hún hafi flutt áður af því að þú varst að taka allt rastlið til kassa ég ætla að gefa ykkur sens flytja einu svona ári sko þetta er miklu erfara fyrir sko Steinþór og Blöð því að Blöð náttúrulega á Sauðárkróki sko það er 1 bakariðar og það er ekki svona að fara í Keiluðar sko ákveður ætti að vera 2 bakariðar og Steinþór heim í Mosfellsbæ fyrir mig í Kópavogi ég er með allt annað þú veist ég er ekki hingað ekki að fara á Kópavogi hvað ert þú með sem ég er ekki með nefndi eitt hlut ertu með spott hjá þér Spott, hvað er langt síðan að þú fórst á spottinu? Þess að þú ferð og horfur á boltan og ferð a couple of beers ég get farið á svona 3 staði í Mós og hort að hópa Smáralindi þegar í Mosfellsbæ, you son of a bitch sem betur fer ekki hvað mál ertu með hana í Mosfellsbæ? Við viljum ekki mál ok, hvað bíó er og það skellar í bíó? Hvað bíó er þér? Það búið að nota þig það er 5 minútur hann náður þér hann það er bíó á Sauðárkróki, það er ekki bíó í Mosó er bíó á Sauðárkróki? Já hvað er það bara, eitt flaturskjár og 2 sæti, hvað er það fyrir þetta? Nei, það er bara alvöru bíó hvað heitir það? Hvað heitir það? Sauðárkróksbíó? Mesta piece of shit Sauðárkróksbíó? Já, bara með nýjastu mynd það er að fara í Sauðárkróksbíó bara geggja bíó starfsmenn og nei, og bara lappar inn og hýtur á play og fá bara pop það er ekki verið að sína Inglourious Basterds núna, það væntilega verið að sína bara nýju myndina er hægt að fá ostapop eða? allavega pop já, ég meina þú veist, djöfullin hann bíó, kemur ekki orðin tendency bara núna í bíó en það er allavega, þú veist, ok, það eru 4 mínútur þannig að Mosó er eiginlega að fara vest út úr nei, það eru 4 mínútur eiginlega 4 mínútur já, þú mátt ekki fara úr bænum já, sko, Mosó er að koma ekki nú vel út úr þessu því miður fyrir Steinþór, sko en hvað svarið, við erum búin að vera alltaf lengi núna í þessu sko, málega, það er vesen, sko, ok, nú ætla ég að hugsa þetta svolítið rökrið, það er vesen að fara með alla familíuna einu svona ári ef ég væri bara einn, þá er þetta ekkert mál
Það var þetta bara gaman eiginlega. Það var rosa gaman að flytja á hverju ári. Já, alltaf með nýja nágranna og skýtur á því í lengjunni Ég veit það. Ég ætla að segja en byrju, hvernig var þetta ég ætla að vera fastur í Mósberg. En má hann ferðast það? Má þetta tenni á til? Nei, mátti ekki fara úr bænum. Þetta skellur. Já, ok. Þá þyrftir að flytja. Þá þyrftir að flytja til tenni. Nei, þegar þú flytur einu svona árið, þá máttu gera það sem þú vilt. Já. Ég ætla að vera í Mósó, ég held að. Sko, ég get ekki verið fastur í Kópavogi að eilífu. Ég þarf að fara til Tenerife, the greatest place on earth. Já, reyndar ég verða að fara til útlanda. Ég ætla ekki að taka Mósó. Ég ætla að flytja einu svona ári. Það er ára síðasta og ég er ánægð með hana. Ég fekk hana líka senda og það var hann Baldur Snorra sem sendi mig þessa á gramminu. Hvort myndið frekar vilja geirvörturnar á ykkur væru jafn stórar og langar og tippið á ykkur eða tippið á ykkur jafn stórar og geirvörturnar á ykkur? Sko, wow, þetta er rosalega spurning. Hver að segja þessa? Hann heitir Baldur Snorra. Ég dýrka, ég þarf að tengja hlustendur meira á Instagraminu. Ég gef honum það. Hvort ekki? Tvei valmöguleikar. Geirvörturnar verða eins og penis eða penis eins og geirvörta. Þetta eru tveir hræðilegi valmöguleikar. Ég sé geirvörturnar á okkur báðum. Það var ekkert það var ekki sigur fyrir ykkur að hafa þetta þarna niðri. Nei, þetta var geirvörta sko. Maður fær nú seint velun fyrir pínisinn á sér en anskotin hafið að vera með geirvörtu þarna niðri. Og Baldur Snorra, það er eitthvað að þeim. Ég myndi segja að það er eitthvað að honum. Mögulega leggja hann inn. Sko, ég myndi taka pínisinn og geirvörtu, sko. Já, en hvað Þú ert í ból núna. Ef þú ert í gimminu og í Hlíraborg. Ég er ekki í gimmi. Ég fer ekki í gimmi. Nei, en sérðu núna, þú ert í þröngum ból sem verður ágætlega, gulur og flottur. En það kemur núna bara hérna út. En er hann í hérna, er hann í Nei, alls ekki. Já, það var alltaf hana. En ég myndi vera samt, þú veist, maður myndi náttúrulega bara vera í hettupeysu. En Steindi, við erum alveg hreinskilin með þig. Er einhver mikill munur hann? Já. Já, auðvitað. I kid. Já, en þú veist, ég er bara með svona tilla, skilur við. Já, þú fórst ekki að fara út, þú fórst ekki að afslaka tiltöðum. Ég var að reyna að vera að finna einn, sko. Já, ég líka. Sko, þetta er komið gott, við skuldum auðlýsingar. Já, það blikkar allt hérna með. Er þú svarið, hvort veljið þið? Glóa allar línur. Já, við skuldum auðlýsingar. Sko, ég myndi segja, býtu, ég ætla að klára þetta. Ég myndi alltaf taka tilla á bringuna, 2 tilla á bringuna og veri í hettupeysu. Já, sammála. Okay. Gæti ég fengið óskalag? Gæti ég fengið að heyra næst Where's Pussy? Já, ég geti bara að spila það fyrir mér. Ég skal bara taka það. En byrju, dagskrárstjórinn, er hann með það lagi kælingu ennþá eða? Annars bara finnum við það skiptir ekki máli. Hann var cancelled. Ekki vinsælasta lagi í heimi. Hann var cancelled á Twitter að hafa ekki spilað það. Þurfum við klart að segja cancelled kannski en þurfum við ekki að henda þessi í gang hérna eins og rífa þetta upp? Hvað er að fara að gera núna? Við erum að fara í, og ég meira þess að ég veit ekki hvort þessi forvitin ekki eða stressa, við erum að fara í spurningkeppni Gilsarans og þú ert genn búin að segja okkur hvað er toppikið. Ég þarf trailer núna. Segðu þess að hvað þetta er fyrst. Það segja málega, nú er engin trailer í dag þegar við þórum ekki að fara í þú veist hversu gráður er spóli, skilur hann að nú erum við bara í þórum við ekki, ég varst ekki að segja hann svaraði ekki. Nei, hann þorði ekki að fara í hana því að hann fekk hatuspost eftir hann 3,5 síðan. Ég er búin að vera nokkra hatusposta bara í dag frá því ég sagði áðan að ég ætla ekki að vera með það því að þú verður bara að taka sjansinn næstu viku. Girtu þið bara hringt í hann. En það er alltaf komið á spurningkeppninni. Yes. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! And I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! Who will be the king? Ask the question! Muscular man! Ask the question! Jæja, herru, flott. Það spurningkeppni Gilsarans og ætlar að segja okkur kannski loksins núna bara hvað er. Já, þetta er ógeðslega fyndið. Muscular man.
Það er hægt að finna Koncepti í dag er King of being horny. Það hefur pottitt verið áður. Nei, ég hef aldrei verið með King of being horny. Ég var með einu sinni King of being horny. Hvernig veistu að þú hefur aldrei verið með þetta? Því ég er með skjal í tölunum minni. Þetta ég búið bara eitthvað til og reikið það síðan. Ég er með þetta flokkað, sko. Ég verið með King of being horny in the summertime og þá sett ég Cocksucking Joe og Richard í það, þá voru þið frí. Þetta er hræðilegt, sko. Því að þú ert alltaf að kalla með þetta, þannig að ég veit að þú ert að fara að vera með fullt af spurningum. Stuðlinn hlýtur að vera lægra á Steinda. Ég veit það ekki, ástabreyfið, parkettið og allt þetta. Ég meina hann er favorite, sko. Eðlilega, en þetta er málega, þetta er samt ekki. Eðlilega, mér finnst alltaf að vera favorite. Alltaf. En málega, sko. Þetta er ekki þannig að þetta sé eitthvað bara eitthvað walkover. Þannig að, sko, byrja þetta bara. Sko, ég er með 12 spurningar. Já, nei, þetta getur ekki verið 12. Þetta er ekki 12. Ég leið ekki 12, ég ít á græna takka. Já, það er svona öllu greinsleftur. Er þetta ekki bara 6 spurningar? Er þetta ekki eðlilegt? Ég er með 12. Það er niður í 8 þá. Já, þetta getur ekki verið 12. Þú veist, Egill, ángríns. Ok, byrjum þetta bara. Ég ætla ekki. Þú var stand uppir þetta. Já, ég nenni ekki 12 samt. Ok, blöð steindi hérna, gera allt klárt. Mjess, vaknar að stundum á nóttunni og hersöðingin er glaðvakandi. Já, það er það að spyrja hvort það gerist reglulega eða bara hvort þetta hafi gerst? Bara stundum, ég segi vaknar stundum. Þetta er alveg gerst. Punktur, wow, þetta byrjar. Ég held að við gerst bara í öllum kallmönnum. Hefur einhvern tíma einhver keppni byrjað svona spennandi? 1-1. Þú basically bara tala um að þú veist, hefur einhvern vakna nóttinu og eitthvað með verið til í tusk, sko. Já, þú varst að segja að þú leitt alltaf við því. Nei, ég sagði það ekki. Akkur er það tefjitast? Nei, byrju, þetta er ekki, ég vissi þetta myndi gerast. Þetta er ekki það sem ég sagði. Nei. Ég sagði, ég hef lent í. Þú sagðir, ég lendi alltaf í. Okkur einstu nóttu. Hlustendur vita að þú lendir ekki alltaf. Já, ég veit það, þetta er samt svo þreytt, sko. Ok, vaknar í morgun og hugsaður, wow, ég er horny. Nei, ég held ekki. Það er helvítið skrítið að vakna horny með grænandi barn. Það er svoleiðis. Já. Þannig að ekki punktur á félagana. Þarna Steindi, þú sagði líka lyktir, varst að úða þig rakspyrið? Já, hann er þetta af því. Þú varst að taka rosalegt. Ég hef aldrei skilið þetta. Ég er með snirtöskunum mína. Já, en af hverju þetta úða á því miðjum þætti? Það er skaman að finna góða lykt, það er glæpur. En þú varst að úða svo mikið, og þetta er svo mikið lykt. Ekki setja meira. Ekki setja aftur. Hættur. Og af hverju þetta með snirtöskunum? Ég veit það ekki, bara því að það er líka glæpur. Nei, ég er ekki með hana, hafði hana bara heima. Áfrangað 1-1. Hefur verið jafnlaður í rauðum Hyundai Coupe? Nei. Ég veit á helstingum. Ég sverða, ég líka ekki að hlustingu. Ég hef búin að setja punkt á sko, ég á hana, ég hef aldrei átt svona bíl. Ekki segja mér að við keirt Syng eftir syng eftir syng eftir syng. Þú hefur og ekki einn munnur. Þetta grínast. Þú hefur lent í einhverju. Ég myndi viðurkenna. Þú hefur lent í einhverju. Ég lofa. Það gerir svona kös í ykkur rugli. Að kösa að vera niður með já, þú veist bara ykkur gríni. Nei, sko þessi bíl ég get alveg staðfest það þessi bíl gerði ekki fyrir mig það sem ég held að myndi gera. Þessi kaup voru failure. Já, failure, miklu meiri það. Og ég stendi, þú ykkur rugli var einhvern Hyundai Coupe og mysteriously var ég alltaf mysteriously ég held bara ég hef aldrei farið inn í svona bíl. Í rauðan Hyundai Coupe? Já, ég held ekki, ég hef aldrei átt Lög keiftan með því eina tilgangi. Ég keift hann bara til þess að komast frá ADB sko. Ég stið bílinn og ég stið klippinn og langar að prófa að fara í svona bíl að þetta er legendary bíl út af sko. Vini mín er reynd að gefa mér hann í 30-afmælisgjöf. Er það? Já, hann var farin til Pólland. Fokk hvað það er fyndin gjöf maður. Já. Bíllinn er ekki lengur á landinu en ég á 593 hann í Pólandi. En getur maður fengið, já þú getur samt alveg fengið Hyundai Coupe eitthvað staðar. Já, þeir er alltaf að kaupa nákvæmlega bílinn sem ég átti. Já, þetta er geðugur bíl sko. Frábær. Hefur stöðumælavörður gert þig graðan? Þú lærði þetta er ekki mútur hjá mér. Þetta er ógæst. Já, ég bara hugsa, það er ekki. Aldrei gæst? Nei. Steinþór? Sko Verður completely honest. Ég hef aldrei séð jafn mikið eftir einu og hafa sagt frá þessum stöðumælaðinni og ég gerði síðast þetta. En jú, ég býtta þess. Ég býtta þess. Býttu, sko, þú veist, sko Egill,
þetta var samt bara miðan dag og ég var með einu félagi bílnum og ég var basically Hvað ætlar að bjóða nú þetta ekki? Nei, ég ætlaði að reyna að vera ég veit ekki sko, Okkur reynur við einstakling Nei, já, ég veit ekki sko, at the time graður, ég veit fuck it, nenni ekki svo, hvað var rök Hvað gerðist það? Hvernig reyndur við stöðumæluverðin? Já, Það reyndi bara að gera niður þessu Já, bara skiptir ekki máli Hvað sagður þið við hann? Já, bara, ég nenni ekki að tala með það því að ef ég segja þér eitt orð Ekki mér Nei, ég segi, ef ég missi eitt orð út hana þá veit ég að ég er bara svo forvitin að því að þú sagðir á sem stuttatíma þá reyndur við einhverja 2 píur og önnur var stöðumæluverður Mér langar svo rosalega að vita hvernig reyndur við hana Hinn var Jay-Z kona í kringlunni Hvað sagður við hana? Ég ætla ekki að segja það Akkur? Að því Við segjum allt hérna Nei, ok, ef ég segja núna hvað ég myndi segja Ef ég myndi segja það þá er eiginlega að fara að nota í næstu 13 Alls ekki Nei, alls ekki Hvort á hann sagði alls ekki Á ég segja Já, þegar við erum alltaf completely honest Nú ætla ég að vera completely honest Mér líður ekki núna eins og ég sé í a circle of trust Jú, þetta er þannig Nei, þetta er ekki hann Þetta er triangle of trust Nei, þetta er ekki hann Því að ég ætla ekki að segja Ég ætla bara að minna það eitt blöð You need a point Nei, mér langar ekki að vera king of horny eða hvað sem þetta héti Steindi er núna með 2-1 lead Til hamingju Steindi Takk fyrir það Hefur verið í kringlunni séð gælu og Við vorum að tala Egil, ok, Egil, ég ætla bara að segja Þetta er orðið svo þreytt Kringlan er svo þreytt Þú veist, ég er búinn að segja ykkur hvað gerist í kringli Það er búið, það er dögt Það þarf ekki að tala Það er 3-1 Það er 100% af því að ég er búinn að segja ykkur Vistu hvað, ég held ekki búinn að segja ykkur 4 eða 5 sinnum hvernig þetta var nákvæmlega bara step by step Er staðan 3-1? Já, það er 3 Ef hann fær punkt núna Ég heyrði ekki spurninguna Ég heyrði bara kringluna Þetta er punktur Þetta er punktur, það er 3-1 Ég hef reyndur að steppa í kringlu, já Hefur átt mög við parkett? Nei Nú það blöð Ég er búin að vera completely honest með stöðum Steindi búin að vera hinskilinn Já, ég er alltaf hinskilinn Ég er búin að segja ykkur 100 sinnum að ég lá upp í rúmið til að skrifa þetta ástabrið En þið eru bara búin að setja í hausinn okkur Ég hef verið nakin og hömpast á parkettinu sem er bara ekki satt En það var önnur saga Það var ekki sama Nei, þá var ég á dínu Nei Þá var ég ekki á parkett Það var ekki eins og parkett heimaða mér í Það var ekki eins og parkett í jöklatúnu þar sem ég bjó Þannig þetta er alltaf dögt Ok, ertu að segja mig það að þú hafið ekki legið allsber Aldrei með tillan Nei lindar við parkett að hossast Það var bara hann Bæði dínusagan og ástabriðarsagan Nú er ég að segja það að ég líði ekki alveg Það var ég í fötum Nei, ég var 12 ára og svo var ég 17 ára Varstu fully clothed? Já, lóð Akkur er minni með hann að vera Það því að þið eru bara búin að búa það til Ég er 100% vissum að einhvern tíma hafi komið fram í svo þætti að þú hafið nakin á parkettinu sko Það er munun á mér og þér Steindi, ég líði ekki Nei, varstu ekki að parketti? Nei, það er ekki svona parketti í jöklatúninu og ég var í fötum En varstu kannski heima í einhverjum öðrum eða? Nei, ég held ég bara aldrei verið á einhverju parketti Þannig að 3-1 Steinda Ég held þetta er 3-2 Þetta er að jafnara en blöð fengi ekki punkt Já, bara fix your questions Hefur þið fengið stöðumálasekt og reynt svo að ríða þig úr henni? Ok, ég er hættur í þessu Ég er ekki að djóka Ég ætla ekki Ég er bara fjölskyldumæður Ég geti þetta ekki meira Nei, þetta er dögt Það er bara fullt af Ég er að horfa nú út Það er ógeðslega mikið að bíla að kera 4-1 Ég get ímyndað með það sé bara ógeðslega mikið hlustun í gangi Ef Steindi var punkt núna þá er þetta walkover Nei, þetta er bara ekki það Því að málega maður segja þeir Horfa þessu út úr gluggann Segja þessa bíl Gefum okkur það 1 af 10 af þessum bílum séu stiltirinn 1 af 10 sem er ekki ólíklegt Það veif okkur Það er hérna hlust Takk Gekkjaða bíl Og það er fólk meira Það er annar að veifa þarna er annar að veifa Það er svona fjórir Þetta var bara eitthvað hlustendakörnum Ok, Egil með við bara það 4 voru að veifa okkur hérna bara núna þá get ég ekki tekið þátt í þessu. Það er 4-1. Þetta er bara spurningakenni. Nei, ég reyndi það bara ekki. Þú hefur ekki heyrt sögun, Egil. Ég hef ekki sagt eitthvað söguna. Þetta var ekki svona. Þurfum við eitthvað fleiri spurningar en ekki búin að rústa þessu? Þetta er 4-1. Vestafallir farið 1 punkt og það er 4-2. Þetta er búið sko. En eina sem vorst að klikka hann meðlist að fór ekki einu svona inn á sundlaugina hvernig kynntist konuna. Ég held þetta er miklu meira walkover. Má ég tala? Ég ætla bara að láta það vita. Ég ætla að segja það er 3-1. Af hverju erum við að spila þetta lag?
af því að þetta er einhvern remix og það er bara nokkuð flott Nú það, ég veit það ekki Þetta ætti nú að vera eitthvað fyrir þig, King of Horny Já What's love got to do with it? Ég náttúrulega, sko, já, en ég vann 3-1 ekki 4-1 og höfum það bara hreinu Svo var annar skellu fyrir þetta menn að lagið var konaðin, senduðu þér ekki mynd eða? Já, takk fyrir að láta þetta var eitthvað mesta KO sem ég Hvað sendiði konaðin þér? Já, mynda þér á Instagram í sleik Hún er að hlusta og takk Sigrún Hún rotaði mannin sín Mál er að kona mín Takk fyrir þetta Sigrún Kona mín er að keyra hennum og er á ferðinni og hún er að hlusta á okkur og hún sendi mér núna ljósmynd sem er á Instagram þegar ég sleik af mynd af mér og henni við erum í brúðköpunni hjá Sögu Garðars og Snorra Helga og hún sendi mér mynd af okkur sem ég postaði og við erum að eiginlega að kissa við erum í djúpum kossi og ég náttúrulega var búin að vera að hraunni við það fyrir þettinum Já, þannig að þú hefur gert þetta sjálfur En ég þarf svolítið að geta það honum Þannig að þú ert að posta slallamyndum Þetta er ekki dóa Þetta er bara átíð Það gerist ég postaði Ég skammast mér fyrir þetta Ég hef greinilega að posta þessari mynd Já, það er greinilega Sko, veit ég hvað strákar Það má heldur ekki, sko, hlustendur með ekki taka rosa mikið mark á mér því að allt sem ég segi núna ég er ósammála í öllu bara eftir kvöldmat, sko Já, þú bara fattar ekki þarna því fannst þú að hallast þetta að gera þetta svo þú að gera þetta sjálfur, það hefur komið fyrir bestu menn En svo er ég líka bara ósammála öllu sem ég segi á morgun Við ætlum að róa okkur niður og fara í sturglaða staðreyndir Eru þið tilbúinir? Það er hrossa Já, reyn hrossa og meiri þess að við komist ekki sturglaða síðast þannig að þetta búið verið 2 gegna pásu Insane facts Það er bara hafi Ég er spenntur Það er gott að heyra Má ég spyrja hennu þegar við erum búin að vera með að liða núna í mörg ár frá upphafi hefur þessi liðið verið Er ég og Egill, erum við saman í liðið erum við að keppa? Þið er náttúrulega að keppum að vita hvað er hrossaskítun Það er kepp Þegar eitt er manjur En svo er þetta líka bara gaman að hafa eitt liða sem að fólk lærir eitthvað Ég hef nýtt þetta hepp bara í trivial og besservisur Er þið tilbúinir? Yes 60% fólks segist að sé draug meðan það helviti hátala Ég veistu það Ég geta fólk að rugglast bara eitthvað Hafið þið séð draug? Nei, ég hef ekki séð Hættu að spreyja á þig rakspinn Hvert þetta fara eftir þátt? Sko, ég er ekki búin að ákveða Þú er búin að úða á Nei Smá, rólegur Hvað, þetta er bara geðuglikt sko Ég er með rakspinna minn á mér Sko, en að máli er að sko Ég er áhugamaður Ég er komið hausverk Sko, ég er mikill áhugamaður shit sem ég skil ekki Þannig ég er búin að vera áhugamaður drauga og svona alls konar shit sem maður getur ekki útskýrt í mjög langa tíma Þetta er Jay-Z maður og drauga maður Það er rosalegt En síðan er samt sko það sem ég skil ekki sko er að ef þeir eru til af hverju getur þá engin draugur þú veist sannað að það sé til eins til dæmis þegar þú veist út að miðlar segja og ofta halda fram maður getur talað við dauða og þá er það hörðu á rétt ára einhver deyr og sagt á gerð svona tilurinn sagt hörðu sigga átt að deyja Dísa frænka segist ekki að tala við dauða ég ætla að kvíslaði tölu þegar þú er dauð þá þú var að segja Dísa tölu hún var að segja með töluna og aldrei hefur einhver miðl sett rétt að tölu þannig ég skil af ég heldur mér ef þetta virkar ákveð þá ekki búin að kvíslaði 67 og hún segir 67 þannig ég leita proof það er háskóli Bandaríkjunum sem er búin að vera með að opna dyr og með $1 million eða meira sko velunafé fyrir þann sem getur labbaðinn og sannaði eitthvað ónáttúrulegt og það er sko löng biðröð á hverjum degi og búið að vera í 20 ár það er enginn geta gert það ef þú getur labbaðinn og sannað eitthvað ónáttúrulegt þá labbaru út sem mjög ríkum maður en þetta er eitthvað drasti sem skilur ekki þessu lífi ég ætla ekki útiloka ég skil ekki bara hvernig ég get senda SMS eða mynd sko. Nei, ég skil ekki hvernig við getum talað í gegnum þessu tæki þessa mikrofón og eðlur heilsast með tungunni Slelli? Já, mér snæði eitthvað töff við það það tunga í tungu eða tunga í raskat? Nei, bara tunga í tungu Þannig heilsast eðlur Sko, slelli er svolítið þema þáttarins Já Þetta er rosalega orð slelli, ég hef aldrei sagt slelli þetta er svolítið steindi bara veit kópói fór fólk bara í sleik Já, líka svo okkur ekki Ég má svo fá fólk í slelli Já, það er ræðilegt Gerir þetta eitthvað með pervertískara Snoop Dogg er með mann í vinnu sem er hans blunt roller eða bara rúlar upp alla vefjunum fyrir hann Já, það er ekki standið því Nei, og ságaur þénar $50,000 ári sem eru rúmar 7 milljónir Já, er hann mjög góður að vefja eina? Já, greinilega, það finnst að vera að borga með 7 milljónir ári og hann hangið með Snoop
Dogg bara allan á sér string. Hann hlýtur að vera að gera meira en að rúlla Jónu. Því ágætis vinna? Þú kannt þetta og veist hvort þið bara eitthvað stónir. Ég meina, þú veist, Snoop Dogg, ef einhver ætti að kunna rúlla Jónu, þá ætti hann að geta gert á 2 mínútum. Hann nennir því ekki, hann með mann sem með yfir 500.000 mánuði að rúlla. Hversu marga Jónu reykir hann á dag og segja 3-4 Sko, hann á 150 M Þannig að hann ekki eða nema $50 ári í að trúð sem að gera Jónuna sko. Þetta ekkert svo mikill kostnaður fyrir hann í rauninni sko. Okay. Kvíði og stress eru helstu orsök hárloss sem held ég kjaftaði. Það segir sjálft. Nei, þetta kemur úr móður sem sagt ætt aðeins. Er ekki stress að eskuleitaði? Jó, það geti verið. En ég meina mesta sem hún lendir í að vita og sétt að missa hárið því að það færða hraðar fritt í. En okkur notar ekki bara technology? Hvað er félagi minn, mjög góð félagi minn, hann fór búið til Tyrklands, hendi 2 M á borðið og það með einhver þykkasta hár sem ég sé þetta. Eins og ég kann vel við hann er ekki með þykkasta hár sem ég sé sko. En það lukkar ánum ég við ekki. En okkar maður, ég hef ekki giskað að hann væri með gerfi. Nei, ekki heldur. Partí hans úr Mercedes Club. Akkur ást að póla hann eindra sko. Og líka, þetta bara fyrir honum vel. Og Hafþór líka fór í þetta á fleiri sem að sko LeBron James. Og þetta mjög vel gert í dag. Já, en sko Akkur ekki nota það technology? Akkur vera bold piece of shit? Ötti hefur verið kvíðasjúklingur greinlega frá 9 ára aldri. Þú miskar hárið snemma. En sko, Ötti, af hverju ekki að prófa að henda, sko, 2 milljónir. Ég myndi giska á það að tækja okkur svona kannski 8 daga að safna því á Karolína fönda því ég veit að því fans vilja sjá þið með hár. Ég var með hárið svona. Nei, ég segja rétt, þetta ránt. Það fer auðvitað illa að vera með hár. Það er mín persónulega sko, ég sé það með hár. Svo ég horf á gamla þætti og strákur þetta. Það var ógeðslugur. Er helmingi huggulegri. Snákar get ekki lokað augunum. Það er rosalegt. Svo var mótið. Get aldrei lokað augunum. Það er rosalegt. Þetta er áhugavert, þetta er ekki fyndið, þetta er áhugavert. Þú losar andfílu með því að borða epli. Þannig að það eru andfúlir eða andfúl þeir sem eru að hlusta, fá ykkur epli. Sko, þetta er rosalega trikki hér í dag. 80% fólks hefur voljum eða stillinguna þegar kemur að hljóði á sjónvarpinu á sléttri tölu, bæði á sjónvarpu og útvarpi. Eru þið þar? Nei, veistu hvað? Já, það er eitthvað weird að setja 13. Ég hef þurft að setja fyrir ykkur á 14. Já, 80% fólks samanlæðir. En ég hef gripið sjálf mig við að pæla í þessu. Þannig að ég set oftast á 8-tölu bara svona til þess að láta það ekki eftir mér. Að veit hvað ég við? Ég er bara svona, þú veist, ég er að hækka og ég sé, þú veist, og kem kannski á 21 eða þú veist, eitthvað. Og þá en hvað vissur að vera algengari hitt? Nei, en þú veist að því að bara það er svo margir, þú veist, kona mín er svona og sýsti mín 80% fólks. Já, og ég er svona að passa með að þetta ekki þess að grifju, sko. Svo er það síðasta, lítill svefn drepur kynhvötina þína. Og nú spyr ég, hvaða ef sé kæft það? Ég er að fá rosalega lítinn svefn þess að dagannastafar. Og hefur það áhrif? Náður í svefngræðuna? Já, það geta alveg verið. Hvað er bara að segja þig lengi að ná í svefngræðuna? Nei, það er ekki hrótudamaður, ekki núna. Það er unga barnið. Ég er með hrótur og ég er með og núna no joke eitthvað, þetta greður eitthvað en bara hefur þetta áhrif á kynhvötina? Nei, ég get nú vel ekki alveg sagt það sko. Velgraður? Þú veist, ég er ekki velgraður en þú veist, það er skilur þú tókst það eðilega, ég var að leina að vera já, þú veist, velgraður? Nei, þú veist, það er bara svona við erum bæði þreytt við erum bara velgraður. Nei, ég er að segja, við erum þreyttari á kvöldin en manalega minna action já, ég veit það ekki eins og hvað er þessi kæftæði? Ég spyr ég var að gleyma öll 60% fólk segist á sér draug eðlugur heilsast með tungunni Snoop Dogg með mann sem með 7 milljónum mánuði fyrir að vefja Jónu fyrir sig kvíði og stress eru helstu orsök hárloss snáka geta ekki lokað augunum þú losar andfílu með því að borða epli og 80% fólks vil alltaf stilt á sléttatölu á sjónvarpi útvarpi og lítill svefn drepur kynhvötina þína. Hvað voru fyrstu 3? Ég vil bara svar sko, ég ætla í keppnismæður, fyrstu 3 60% fólk segist að vera manjur eðlur heilsast með tungunni Snoop Dogg með mann í vinnu já, ég ætla að segja Snoop Dogg sem er mann í vinnu sér svona skýtur hvoruður eitthvað náði spurning hvort einhver að náðu sér það er æðlan það er heilsast ekki með tungunni ég held að það heilsist bara ekkit svona yfir höfu það er af okkur að gíska ekki æðlun það er góða punktur herðu, við erum á leiðinni í quiz hér, drengirnir, hvað er Björnstein ekki svona mættur það er nýr þáttur að byrja á Stöð 2 annað kvöld og við ætlum að fá svona smá forskot á sæluna þegar Björnstein kemur hérna og hendur okkur í quiz Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö
alla föstudaga Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Hárið það Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færa ykkur FM 95 blöð á þessum föstudegi. Það já, orðið hvað ekki komið 1 metra regla og kröfur manns. Hversu steikt það? Allir fæli í Keilu. Hversu steikt það að þurfa alltaf að þessar bjórulsingar? Já. Að þurfa alltaf að vera léttöl. Já, það er bara til léttöl. Ég veit, já, þú meina, já, það er reyndar rétt. En akkur má ekki bara segja, hei, þetta er bara bjór. Það er bannað 2020, má ekki ölsa bjór eða? Bannað samkvæmt reglum. Rugli er þetta. Það er bannað, Steinþór. Styttist í quiz hérna hjá okkur í FM 95 blöð. En sko, Egill. Já. Steindi veit ekki hvað ætlum að ræða núna. Því að þú sagði mér að þú vildir hvað sagði það? Hún var Steindi verið pakka saman í vikunni. Já, hún var pakka saman vægast í vikunni og ég hef aldrei Þeir farið svo á bakunni. Nei, þetta er ekki, þetta er meira Egill sko. Hann sagði bara, ég veit ekki alveg hvað þetta er. Ég er mikill áhugamaður virka í athugasemdum. Ég er búin að ég geti skrifað ritgerð virka. Ég er sérfræðingur virka í athugasemdum. Það er ekki búin stúdur á mér en ég og málega þeir voru að taka Steinþór núna og pakkonum saman og þeir sko virkir hafa aldrei ég veit ekki eins og hvað það tala sko þeir voru að toppa sig virkir og málega og líka það skemmtir líka sko að Öddi líka í sko ég er þetta fekk geggjan brandara hann lendi í svona Twitter-grínurum það sem að Öddi blöndar selur Öddi blöndar selur íbúðuna sína og þá var ykkur grínari sem kom með sel selur og það er bara það er ekki virkir það er bara Twitter-grínarar sko Twitter-grínarar en þú lendir í virkum hvað lendir í virkum og ég hef aldrei komdu með inngang á þetta hvað er þetta? Þetta er segðu mig bara hvað sko ég sá þetta á Facebook af hverju var verið að pakka Steindar saman? Út af því að kom frétt Steindi og Sigrún gáfu dótturinn nafn bara eðlileg frétt já ég kommentir á þetta virkir voru ekki nú ánægð með þessa frétt hvað er þetta er Facebook síðunni á fréttablaðinu hann á Facebook og málið er þetta er ekkert eðlilega gott shit fyrst kemur hún gæði sem heitir Ásgeir Ásgeirsson og hendur eitt svona þægilega hægri krók byrjar þetta bara með það var þá frétt og keiri svona 20 emoji-kalli ég hef aldrei séð marga svona grenjandi hlátri emoji-kalla og það virkir var ekki mikið með emoji-kallana sko er þetta hægri krókur á Steindar? Ég er að finna þetta ég er á Facebook síðan að finna ég er á nálu þetta er ekki þægilegt sko það treystir ekki bara allir nei því að ég ætla að sjá þetta Ásgeir setti tónin hvenær var þetta komið til? Sér kemur Páll Steinþórsson með svona þægilega stungu eftir Ásgeir og kemur með hvað kemur okkur það við? Hvað það lýsa sér svo bókstaf? Og það sem ég er skemmtilega við þennan meistara hann kemur líka með emoji-kall með rennilásin í stæða fyrir munum pakkar þið saman þannig Byrju aðeins, hvað sagði hann? Maður heyra hvað hann sagði hvað kemur okkur það við og sem það rennilása kall en hann er ekki að pakka mér saman veistu hvað, ég er sammálunum ég er alveg sammálunum en síðan kemur Bjartmar Sigursson með eitthvað smekklegasta K.O. í það hvað er það? og hann hendur í hvað er þetta nákvæmlega? Getur þú sagt mér hvað þetta er og hvað þeir? Ég var að segja Facebook já, hvað stendur, hvað dagur? Hvað kemur hann með? Eitt orð og það er einhvern engin emoji-kall bara boom og hörðu en þetta er líka engin alvöru frétt þetta er bara svona fréttir af fólki og mér finnst þetta allt í lagi að þetta komi síðan kemur Valur Freyr Jónsson og hendur í er þetta ekki venjulegt fólk eða hvað og niðurlæði Stóni því að við allir hann er hotshot actor en ekki venjulegt fólk sko ég er búin að sjá þetta núna þetta er niðurlæðing en málið er Ingi Stefánsson er að hendi Svamp Sveinsson gifs þess að þetta er nobody cares ertu með það líka? Nei, ég veist ég slefti Inga hann er með þetta málega sko og síðan kemur eðlilegt fólkinu á milli segir hamingjum prinsessuna og málega er eftir þetta er með 112 likes það er bara vel gert en hlustaðu, eftir að þú fær eðlilegt fólkin sem segir eitthvað svona til hamingjum prinsessuna og þá hættu virkir aðeins í the abuse en það var ekki nema svona 3 tíma það kom 3 klukkutíma þögn
síðan kom Margrét Guðjónsdóttir sem líklega skild Chuck Norris því þetta var mesta hringspökk sem Gilsarinn hefur séð. Maður sér, hvað þetta? Ég sé hann ekki hérna. Hún hendi í og hver eru þau? Hef aldrei séð þetta fólk og hún búin að smetla 19 lækum á þetta Nei, hún er með mesta KO sem Gilsarinn hefur séð. Ja, reyndar ekki, hún er með 14 hlæjukalla og 1 læk. Já, svo þetta er Otto Gunnar félag mín að læka þetta. 19 total like. Nei, hún er með 14 hlæja, það er verið að hlæja af kommentum. Nei, þetta er bara, hún er sláð í gegn hana. Nei, hún er með hlæjukalla. Og málið með hana, þú veist, leið mér nú að verja þetta aðeins. Hún segir, ég hef aldrei séð þetta fólk frægasta leikari landsins Stoney, en máli, ef þetta var svona Mortal Kombat leikur eftir Margréti Guðjóns að þau komið bara svona KO game over á þetta dæmi. Það er hann lendir virkum. Já, og pakka saman að virkum. Ég hef aldrei séð svona. Ég hef aldrei skemmt ég að vel á æfinu að lesa eitt þráð. Reyndar finnst mér samt, Egill, þetta komment vera geggja. Hjá Margréti. Hvað segirðu? Já, Margréti Guðjóns eða? Margrét með Chuck Norris Hingsparkið. Það er Bjössi loksins komið. Nei, það er Gaur sem er að svara. Júlíus sem segir gaman að sér til ennþá fólk sem býr í Helli á Margréti. Það er alveg KO. Það er minn maður. Það er minn maður. Hætt að velja hlýðir sem maður. Ég fannst bara Egill búin að taka góðan pistil saman. Sko, Margrét fekk smá hita fyrir þetta en þið var að pakka samanstendið. Ég hef ekki séð svona. Það breytt baki þetta steytti minn. En virkir 1, steindi 0. Það er það. Hvað þarf í þetta? Breytt bak. Bjössi er eins og mættur, við erum að hafa eitthvað quizið þetta smá. Var þetta helvitist lindói sem þið eru búin að vera bralli allan dag? Því líki Var hún að pakka saman? Ég held að sé svona. Þetta er lagið Don't Worry en við ætlum eiginlega bara kött á það því að þetta er fínasta lag. Ég nenni ekki að fá að rikka á mig hérna á messengerunum en við erum komin með góðan gestinga í stúdíu og það er Björn Bragi, vertu velkomin næstu þarna. Takk hérlega fyrir, hér er ég. Og það er ekkert ástæðalausu því að það er að byrja nýð þáttur á, það er bara annað kvöld. Það er bara annað kvöld, það er bara 7, það er sólarhringur í þetta. Sólarhringur. Hvernig er tilfinningina? Því að sko að frumsýna þátt. Já. Það er geggju tilfinning að vera frumsýna þátt. Já, mjög skemmtileg. Ég sko, mér fannst svo, við erum búin að taka upp náttúrulega nokkra. Þetta er ekki í beinni. Nei, ekki allavega í byrjun. En vonandi kannski eitthvað í lokin, svona eins og úrslitin og þannig, sko, að pælingina, jafnvel að hafa það í beinni. Já, ok, þannig að þeir sem að vinna fara áfram. Já, þetta eru 16 lið í byrjun og svo er bara útsláttarkeppni. Svo er þetta bara bikarkeppni í rauninni, sko, og pælingin er þá að þetta sé í rauninni þú veist, bara þú verður Íslandsmeistari í spurningakefni og þátturinn heitir quiz. Ég fekk heiðurinn að koma daginn og keppa fyrir Mosó með Dóra Tíðina. Það var ég má ekki spyrja því. Þetta var ógeðislega skemmtilegt. Já, takk fyrir það. Það var mjög skemmtileg þáttur og þetta er allt búið að vera, þú veist, þú geggjaðir keppendur hana, því voru mjög flottir þú og Dóri, sko, leynduð á okkur líka. Eins og annað kvöld fyrsti þátturinn það eru þínu menni Egill, Blikar. Það eru liðin úr bæjarfélunum. Já, 16 lið. Þannig að annað kvöld er sko Breiðablik FH, Netusmjörið og Eva Rúsa á móti Jóni Jónssoni, John Johnson og Björgu Magnúsdóttur. Þannig að það er líka geggjuð sko. Sko allavega þegar ég er búin að fara í þáttinn, það sem ég held að sko fólk mun örugglega tengja frekar mikið við þátt að því þú ert að horfa á Gettu betur, þá er náttúrulega þú veist ekki svarið heim í stofu en þú bíður eftir því. Þarna svona svipa á spurningkeppni Gilsarins. Þú veist ekki svarið og býður bara því. En ég held í þessum þætti að áhorfendur þú ert alveg að vita það er skemmtilegast með alla tíma. Þú ert að horfa á spurningaþætti og veist eitthvað svo er hún og þá er það skemmtilega. Þetta er eins og að vera í pubquiz basically. Já, akkurat. Þetta heitir þetta quiz. Já, akkurat og það var náttúrulega svolítið pælingin að þetta sé svona, þú veist, fyrir alla bæði náttúrulega bara yngri og eldri og svona að bara fólk geti svara með, þú veist, þú nennir ekkert að horfa á þetta er bara endalaust einhverja sovéska byltingu eða einhverja, þú veist, firði sem þú aldrei heyrt sko. Og alveg nokkrir liðir. Hver þáttur langur? Hann er svona 40-45 mínútur sko. Ok, grínast svolítið mikið þannig ég mætti í stuði þetta. Já, þið voru í stuði. Mjög góðir sko. Búið dæli í einhverjum köldum? Já, ég var eiginlega bara það var búið dæla köldum og það var bara veistu hvað? Elvino did flow. Málega það, ég nenni ekki að mæti svona þætti
nema að ég sé bara svona, ég alveg til, ég nenni ekki að mæti, þá fer ég ekki á bíl, ég mæti bara og fæ mér bjór og ég kannast við fólkið sem að keppa móti og mér finnst þetta bara svolítið eins og að vera að fara í frí. Ferða það skuttlarar bara, skuttlarar og bara ég að fara í útsendingu. Mér líður bara svona, nú ætlum ég bara að fara frá fjölskyldinni. Eitthvað leiðin á Suðurlandsbraut? Þú veist, ef einhver ringir nefnir að koma í spurning, já, ég er til, ég ætla bara að fá nóg að brennivinni og ég ætla að fá frí frá familíunni. En talandi skuttlara, það finnast þess að ég veit sko, þegar ég og Ötti vorum eins og að fara skemmt í Keflavík og Ötti sönnsaga og ég sagði Ötti, ég græði far af því okkur langaði að fá okkur 1-2 bjóra þetta erum við bara veislustýra, okkur langaði bara að fá okkur 1-2 bjóra með vorum að skemmta og svo ætlum við kannski að fara eitthvað út að borða að gera eitthvað eftir og ég sagði, ég græði þetta, ég kem bara og sæki þig ok, bara leigubíll að koma Ötti, ég kem bara og sæki þig og ég hringdi í skuttlara af því að ég veit að Ötta finnst ekkert óþægilega en það kemur bara einhver manneska sækjan og þetta er svona vesen og leiðinni ég lendi á bíl og það var sem sagt stelpa sem var nýkomin með, hvernig var það? Hún var nýkomin með bílprófið. Hún var ekki komin með bílprófið. Hún var í æfingakstri. Já. Pappina var að keyra. Já, hún var í æfingakstri. Pappina var að keyra. Hún var fram í og þau voru bara að harka og voru bara... Hún var bara að auglýsa æfingaksturinn á skuttlar. Já, hún var bara að borga upp bílinn. Æðislega sko, en þau hafa bara verið að setja á lögin okkar og snappa. Hún var að setja á lög, þú veist, Crazy Bastard og Jammy og ég hafði svo gaman að þessu. Ég var að syngja með Ötti var alveg, hann var komin hún í gólf sko, hann er í gólf sko. Nei, mér finnst þetta bara skrítið. Já, þetta var mér finnst ekki skrítið þetta. Þetta er geggjað. En sko, herðu, þú ætlar að henda okkur í quiz. Já, sko, Ötti, þú náttúrulega ert alltaf að lýsa yfir og þú var aldrei tapað í spurningakefni. Ég er þetta bara keppt einu sinni. Já, en ég menn þú lítur á að spila svona í lífinu og eitthvað. Já, ég er alveg naskur svona... Hann spila sjúklingur. Hann spila fíkil. Öll borðspil sem til eru og já, ég spila fíkil og svo alþjóðveit líka og hann spila sjúklingur, hann mestur í þessu. Ég spila örgulega 1000 sinnum auðvitað og ég ætla alveg að gefa hann það að yfirleitt vinnur hann eða hans lið. Hann vinnur alltaf. En ég vil líka menna hann sé bara að spila það mikið, hann kunni bara spurningar þar í þessum spilum. Þú veist, ef þú ert að spila, skilur þau trivial og svona, hann bara kunni spjöldin. Þess vegna líka, ég með sko útprentaðar spurningar þú veist, ég vildi ekki taka þetta neinstað frá ekki úr mínu spil og ekki úr neinu sko. Veistlega, ég og Steindi saman í liði Byrjuðu þeir tveir á móti mér? Já, það er satt ósækjað Nei, hættu þessu, þetta er sama Ég er gamblingmenn Ég myndi að setja þetta 2000 evru bett að blöð vinna þetta. Nei, við erum tveir. Ég er að segja hvernig myndur þú stuðla þetta á Coolbet? Ég myndi að segja að blöð væri núna með stuðla á svona 1.60 2.20 og mjög stendur nú. Það er ekkert að veðja á þetta en við skuldum auglýsingar og svo förum við beint í þetta, ekkert lag á milliðan eitt en ég verða að koma að svo förum við í kvissi. Það held ég að það er Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem fær ykkur F95 blöð og eins og kom inn á áður við fórum í auglýsingar að það er komið að kvissi og já, Bjössi er búin að, er þetta spurningar sem er samt að bara fyrir okkur? BB King. Svona, við vorum samt að tala um Coolbet þetta á hann, það væri ógeðslega gaman ef það væri hægt að setja núna stöðul á þetta. Hvor myndi vinna? Já. Því eiginlega meina að þetta sé 160 og 220. Blöð clear favorite, það er bara hann. Já, en myndur ekki samt setja á ykkur þó þið séu ekki favorite, skilur? Nei, ég myndi bara setja á blöð og náðu 60% ávöxtun. Það er bara sem spilafíklar, hefur við bara hendi í þetta? Og á hverjum ætlar að byrja, Bjössi? Herru, ég með sko... Á okkur, pressan á þetta. Hvort viljiði A eða B? Þetta er bara svo þættunum. Ég trefti Stóni. Alltaf. Hvað þýðir þetta? Þeir hafa 60 sekundur til þess að svara eins mörgum og geta? Já. Okay. Já, sko... Bjössi heldur utan um stígin? Ég held utan um stígin. Auði, þú heldur utan um stígin. Ég segi rétt og ránt. Viltu setja einhverja pressu tónlist? Nei, þetta er fínt svona. Já, það er gaman fólk. Sexy. Getur þú sett Where is Pussy á með það er upp á slæði minnst. Auði, fara á Spotify og skrifaði bara... Nei, komið þetta. Ég skal bara setja lagi á sem hann er að byggja með. Ég verði gott að hafa undir. Þetta er í stemningu. Það er ekki rosa spenni í þessu lagi. Er það Where is Pussy? Já, geðvöldlega. Ok. Eru þið tilbúinir strákar? Við erum klárir. Ok. Þið hafið 60 sekundur og það er 1 stig fyrir hvert rétt svar. Hvað er margar spurningar á 60 sekundur? 15 og þið ætlaði að ná þeim öllum. Það er ekki eðlilega margar. Nei, ég veit að þetta er lightning round. Og mælur með... Erst þú með tíman? Ég skal taka tíman. Nú ert þú nýju Logi Bergmann. Mælur með því að við erum að hægja okkur, fara beint í næstu það? Já, algjörlega. Ekki, einmitt, sko, mestu mistingu sem þið gerið er eitthvað að býta hvað er þetta, já, viti þetta. Ég tek tíman. Steindi, beint í næstu spurningu. Tilbúinir. 1, 2 og byrja. Hvað er heilbrigður simpansi með marga fingur? 10. Nei, 8. Pass. Rétt fyrir 10. Hefur Ísland einhvern tímann unnið Eurovision? Nei. Ránt. Hvaða lit fær maður við að blanda saman bláum og gulum? Appelsínugulan. Ránt. Hvaða íþróttamann fjalla heimildaþættinir Last Dance?
sem kom út rétt, hvaða tónlistardúó fokkar upp klúbnum og deyr fyrir stelpurnar sínar? Klept upp. Rétt, hver er algengastur blóðflokkur á Íslandi? A. Rétt, frá hvaða landi er samfélagsmiðlinn TikTok? Kína. Rétt, hvaða ávöxt má finna framan á serióspakningum? Jarðaber. Rétt, hvers son er Ólafur Ragnar í vaktaseríunum? Pass. Hvaða fyrirtæki svara þegar hringt í númerið 5885522? Hreyvill. Rétt, hvað hétur Hrafnar Óðins? Næsta. Pass. Hvað heitir Abi Línur Langsóks? Abu. Ránt, í hvaða mánuði er sjómannadagurinn ávallt haldinn hátíðlegur? 1. maí. Í hvaða mánuði? Júní. Rétt, hvaða spil gefur manni Þetta er búið. Ég var að byrja að lesa. Hvaða spil gefur manni leyfi til að breyta sort í Olsen? Hvað spil? 8. Rétt. Herru, ég ætla að gefa ykkur rétt fyrir Simpansana af því að það er alltaf, hann er total með 10 fingur. En Steindi, þú var svolítið aggressífur í byrjun. Þú var slækast, þú varst alltaf aggressífur. Nei, svona er þetta. Hann spennist allur upp, Þú varst alveg vel spenntur og reiður, sko. Já, þú veist, þetta er keppni. Já. En sko, málega er Við 6 er rétt. 6? Það er rosa lélegt. Nei, fengu meira. Nei, Bitu. Við erum að svara vitlaust og kemur svo rétt. Fáðu þú rétt. Ekki láta blöð segja farðu yfir þetta. Já, bitu, ok, þið fáðu rétt fyrir Simpansan. Þið fáðu rétt fyrir Michael Jordan, Clubbed Up. 3. Þú veist, ég var að segja blóðflokkin. Nei, þessu það vitlaust. Egil sagði óa. Já, ég er svona. Þannig ef ég segi A, maður þá segir svo bara ó, næsta. Ég er með partner sem pre-ejaculator. Það er hann bara að ráða. Steindi pre-ejaculataði, það er rétt. En ég er 1. Nei, ok, við fáum ekki rétt. Ok, ekki rétt. TikTok, Kína, Jarðaber, 5, Hreyvill, 6 og Ég er með 6. Júní og 8. Já. Þetta er 8 sko. Ekki reyna þessa taktík my words, Þessum að tapar hann aldrei í spilum Þannig að svindlar Þú varst bara að segja mæ og þá sagði hann ránt Ég vissi ekki um mig Erum við að fletta ofan að blöð? Já. Herru, ég ætla að fá Helga Selin inn úr Blöð er búin að vera svindlað þetta ár. Þannig að þeir mátti segja mæ og júní Þannig að ef þú segir ránt um mig þá má ég segja aftur Að því að sko í rauninni Ég tók svarið af Agli Já, það er það sem ég er að segja, þú varst búin að segja ránt Þess vegna gæti ég stið Ég var ekki að reyna að svindla sko. Ég var ekki að reyna að svindla Þegar hann sagði ránt, þá gerði ég ekki stið basically Hann var líka með blóðflokkin, það er my specialty Já, blöð, má einu sinni giska tvisar Punkturinn er búin Tvisar allavega Minnum að fá aldrei blöð í þáttinn minn Hann er strax byrjað að rífast í dómaran Þetta er 8 og allir Ég var ekki að rífast í dómaran, ég var meira að rífast Ég var ekki að svindla Nú er þú að lendi saman og ég lendi oft í með spurningkjörnum mína Þú veist þegar maður er að lesa spurningar átt að fá okkar shit þetta er sem getur betur þú mætir bara og les spurningarnar og shut your little mouth og svara þú gætir þurft að vera með svona gult og rautt spjald á blöð veistu þetta því að ég er alltaf að lendi þessu kjaftaði sko ég hefði ekki náði að það var ég með King of Being Horny og ég var í þvílíku vesinni með sko þú ert clear favorite hérna pressan er öll á þér ég er ekki að lot of money on you bara þegar hann byrjar að tala þá setur á 3, 2, 1 Björni byrja, hvaða maður er á íslenska 500 kallinum? Jón Sigursson rétt, hvað hefur kýr alla jafna marga spena? 6 ránt, hvað heitir Pixar myndin rottuna Remy sem vill vera kokkur? Ratatouille rétt, hvert er ættarnafn Joey í Friends? Tribbiani rétt, hvað nefnist þjóðsöngur Bretlands? God Save the Queen rétt, hvaða samfélagsmiðl stofnaði Jack Dorsey? Hérna MySpace ránt, í hvaða fylki í Bandaríkjunum er Hollywood? Hérna Kaliforníu rétt, hvert er rétt nafn að Latta? Þórhallur Sigursson rétt, hver leik Mary í kvikmyndinni There's Something About Mary? Hérna hún nei það er bara stóluð mig ég ætla að ná þessu næsta hvaða Bandaríkjaforseti heitir Hussein að millinafni? Hérna Obama rétt, hver var ungfrú Ísland árið 2013 og starfar nú sem áhrifavaldur? Ekki Manuela ránt, frá hvaða landi kemur tónlistarmaðurinn Drake? Kanada rétt, hver er hámarkshraðinn á Sæbraut í Reykjavík? 90 ránt, hver er þriðja reikistjarnan frá sólu? Tími Time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dead Tide maður wow, er játtegli Dead Tide wow hvernig gæti ég ekki nátt Cameron Diaz hann klikka á Cameron Diaz hei Stendi, punktur það er bara álægir þetta er bara Cameron Diaz, það bara kom ekki þetta var rosa er jafntefli sem eitthvað ótrúlega vil ég fá eitt bara svona sker úr
Ef að taka bara svo sem er bara fyrstur að nefna rétt svarið. Það er bara að segja svarið. Við erum með réttu pöndregluninni. Ég segja svarið. Ok, ég tek það úr frægar línur. Frægar línur, það er gott. Ok. Hver söng It's Friday, Friday, gotta get down on Friday? God damn it, Gump. Þetta var þetta var áhrifavaldur. Þetta er einhver It's Friday, Friday. Þetta var þetta. It's Friday, Friday. Þetta var Það er næstu B.B. King. Komum það erfiða spurningar þarna. Ekki Justin Bieber? Já, að vita hvað þetta er sko. Nei, þetta er stelpa. Já, Steindi úr alveg að dættin á það. Dökkar stelpa. Já. Kendall Jenner? Nei, þetta er ég mani þetta ekki. Hún heitir Rebecca Black. Já, ég vissi ekki eins og Ok. Á hvaða 3 orðum hefst lagið Hatrið mun sigra eftir hatara? Hvað er fyrstu 3 orðum? Ég hef gott að ringi dóttir mér núna. Það var þetta. Þú hefur gott að ringi í vín. Þetta er stóluð mér. Þetta var eitthvað Tíminn er Hann er að fara frá okkur. Ok. Hvaða bær á Íslandi er Happiness samkvæmt Magamix? Samkvæmt lagi eftir Magamix. Keflavík. Happiness, nei eitthvað Nes. Það er nálægt okkur sko. Seltjarnarnes. Nei, það er aðeins lengra frá okkur. Altanes. Altanes. Það er Borgarnes. Þið verða að geta eitt sko. Ok, nú þurfum að vera snöggir. Svo sem er bara fyrstur. Hvaða skyndibitakeðja hefur notast við slagorðið Finger licking good? Hvað er Kentucky Fried Chicken? Nei, ekki vera, byrju við Steindi á að taka þetta. Finger licking good. KFC er rétt. Steindi, hvað er að þér? Hvernig gæti Ég er að leggja þetta upp fyrir þig. heima þarna. Þú ert heima á KFC. Já, hvernig gæti ég ekki verið með þetta? Það er komið að lokum hér í FNÍ Nú var ekki annað pakka senda frá KFC. Undisputed. Undisputed. Ég vissi að maður vinna. Ég á inni How do you do fellow kids og myndir fyrir cash. Já, það og það var ekki heldur Morgun er það hérna Herru, Blikar á FH. Klukkan 7. Og eins og heyrið þá er þetta spurningar sem að þið getið svarað. Til hafa ekki með það award-winning show, B.B. King. Áður við kveðjum þá vil ég minna á haustparti Stöðvar 2 í opinni dagskrá í kvöld. Og þetta er þáttur, ástæðan fyrir ég veit svona mikið um þáttu þegar ég var með innslög í Jónu sjálfur út af stjórnunum, mjög skemmtileg og Sindri stjórnunum, ég er með svona innslög, hann er í opinni dagskrá og við erum að kynna sem sagt haustið og veturinn hvað er framöndan og það hefur aldrei verið jafn feit dagskrá á Stöð 2, þannig að ég ætla að hvetja fólk til að stilla inn, þetta er bara á heiðalögum tíma, held þessi 10:07. Þetta verður besta haust. Já, þetta er það sko. Júrógarðurinn, quiz, vegferðin og þetta er allt í gangi. Það eru nóga blöggi, við heyrumst næsta föstudag. Bjössi, alltaf gaman að fá þig. Takk. Þú plugga fjarþjálfunin. Ef þið viljið komast í form, þá farið fjarþjálfun hjá Gilsa, svo við klárum þetta bara. Fjarþjálfun.is eða ekki? Herðu, bye.